Já, gott kvöld. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þetta er fundur númer 1571. Haldinn í Einarsstofu 15. apríl 2021 núna klukkan 18. Og eins og oft áður þá er þetta fjarfundur í beinni og upptakan verður jafnframt aðgengileg til áhorfs að fundi loknum. Þannig að ég segi þá fund settan. Ég ætla að byrja á því að leita afbrigða með að taka inn fundargerð bæjarráðs sem var í hádeginu í dag. Það er fundur 3152. Þannig að ég ætla að byrja á því að bera það undir atkvæði þar sem var fjallað ársreikning Vestmannaeyja fyrir árið 2020. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segja það já, nei eða sitji hjá. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur segi já, þannig að það er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Fyrir vikið verður þá dagskráin 8 mál, það er 8 dagskrárliðir í staðinn fyrir 7 og við bætum þá fundargerð bæjarráðs sem aftast en það var búið að gera ráð fyrir að ræða ásetningin sem dagskrármál númer 1. Þannig að þá ætla ég að fara yfir dagskrána eins og hann lítur út. Það er fyrsta dagskrármál, það er ársreikningur Vestmannaeyjar fyrir árið 2020 fyrir umræða. Umræða samgöngumál er annar dagskrárliður, þriðji dagskrárliður er kosning ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykkta Vestmannaeyjar. Svo eru við með 4. dagskrármál sem er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja sem fundur nr. 393. 5. dagskrárliður er fjölskyldu- og tómstundaráð, það er fundur 261. Og 7. dagskrárliður sem er bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3151 og 7. dagskrárliður er fræðsluráð Vestmannaeyja, það er 352 og 8. dagskrárliður er þá bæjarráð Vestmannaeyja sem fundur 3152. Flestir liðir eru þarna til kynningar en það var jafnframt búið óska eftir umræðan lið númer 13 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 353 úr minnihlutanum en það er búið að draga það tilbaka, þannig að þetta er bara þetta kynningar, þannig að það er einn liður það sem liggur fyrir afgreiðslu og staðfestingar. En við göngum bara til dagskrá. Það er fyrsti dagskrárliður ársreikningur Vestmannaeyjar fyrir árið 2020 fyrir umræða. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Þú er örugglega mjög Íris, ég heyri ekkert í þér. Forseti og bæjarfulltrúar. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2020 er lagður hér fram til fyrir umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja. En fyrir liggur samþykki bæjarráðs og bæjarstjóra ársreikning frá því fyrir í dag. Stefnt er að því að taka síðar umræðan ársreikningin þann 12. maí næstkomandi samkvæmt 3. og 4. málsgrein 61. greinar sveitarstjórnarlaga skal fjalla ársreikningin á 2 fundum bæjarstjórnar. Rekstrarafkoma sveitarfélagsins árið 2020 var jákvæð rúmlega 29 milljónir samkvæmt samstæðureikningi, eða 64 milljón krónur minna en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2020. Rekstrarafkoma A-hluta er neikvæð 60 milljónir en það skýrist af því að færa þurfti niður hlutafé í Herjólfi ohf. Í óbeinni niðurfærslu alls 108 milljónir sem hefur þessa neikvæðu afleiðingar fyrir A-hluta bæjarsjóðs. Fjárhagsáætlun með samþykktum viðaukum fyrir árið 2020 gerði ráð fyrir rekstrarhalla á A-hluta fyrir 2,8 milljónir. Það er einkum 4 atriði sem skýra þennan viðsnúning í rekstri bæjarins. Auk þess að færa hafi þurft niður hlutafé í Herjólfi ohf. Þessar 108 milljónir í þessari óbeinu niðurfærslu þá nam tapið á Herjólfi 113 milljónum.
Lífeyrisskuldbinding vegna starfsfólks í B-deilda Brúar 125 milljónum krónum hærri fjárhæð en gert hafi verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2020. Jafnframt leiddu launahækkanir samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna og laun vegna veikinda starfsfólks til 302 milljóna króna hærri launakostnaðar en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun að frátöldum Herjólfur OHF. Þá lækkuðu framlög úr jöfnunarsjóðs sveitarfélaga tæpar 55 milljónir og samtals nema þessir útgjaldaliðir sem ekki var hægt að sjá fyrir 595 milljónum króna. COVID-19 hafði mikil áhrif á rekstur bæjarins eins og fram hefur komið í bæjaráði og ekki bara á rekstur Vestmannaeyjabæjar heldur eins og allra annarra sveitarfélaga, hvort sem heldur í formi lækkunar tekna eða aukins kostnaðar. Áætlaður kostnaðar og tekjumissir vegna COVID-19 um 490 milljónir og hluti af þeim 4 atriðum sem nefnd voru hér og ofan inn í þessum tölum en önnur ekki. Ef við skoðum þá tekjur sveitarfélagsins, þá eru skatttekjur án jöfnunarsjóðs voru tæplega 3.134 milljónir og var það aukning 173 milljónir króna milli ára. Skatttekjur fóru 231 milljón umfram áætlun en það fyrst og fremst vegna útsvarstekna sem voru 205 milljónir yfir áætlun. Tekjur sveitarfélagsins eru alltaf mjög varlega áætlaðar og það kemur fram í þessum tölum þegar farið yfir eða þegar við erum að skila á okkur þessu COVID-ári. Framlög úr jöfnunarsjóði voru 667 milljónir árið 2020 og það skerðing 46 milljónir frá árinu 2019 en samkvæmt fjárhagsáætlun áttu framlög úr jöfnunarsjóði að vera 54 milljónum hærri og munar mest að útgjaldaframlagið og framlög vegna jöfnunar fasteignaskattstekna sem voru 40 milljón krónum lægri en áætlað var vegna COVID. Aðrar tekjur samstæðu Vestmannaeyjabæjar að undanskildum millifærslum námu rúmum 3.000 milljónum en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir tekjum upp á rúmlega 2.800 milljónir. Aðrar tekjur voru því 213 milljón krónum hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Gjöldin. Ef við byrjum á launum og launatengdum gjöldum þá námu þau 3.773 milljónum hjá samstæðunni en með 388 milljónum umfram fjárhagsáætlun. Skrifað var undir nýjan kjarasamning á árinu sem fól í sér launahækkanir sem ekki áætlað fyrir í fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar. Ekki heldur áætlað fyrir veikindalaunum í fjárhagsáætlun sem skýrir jafnframt launkostnað umfram launalegi fjárhagsáætlunar. Veikindalaun hjá samstæðinu námu 136 milljónum og hluti af þeim vegna langtíma veikinda sem kalla á afleysingar. Og þess ber að geta að veikindalaunin eru umtalsvert hærri miðað við svona hvernig þróunin hefur verið og viljum við tengja það við COVID-veikindi. Hækkun launa og launatengdra gjalda á milli ára var 590 milljónir en þyngst vegur launakostnaður hjá Herjólfur OHF. Árið 2019 var Herjólfur rekinn hluta ári en á öllu árinu 2020. Aukinn launakostnaður liggur því að nú reksturinn á ársgrundvelli en ekki að hluta til. Þetta skýrir 287 milljónir á hækkun launaliðar. Þá vegur þungt að 125 milljón króna aukning launakostnaðar á fræðslusviði að ræða þar stærstu og fjölmennustu vinnustaði bæjarins sem eru innan þess sviðs. Annar rekstrakostnaður kemur ágætlega út heilt yfir. Misjafnt milli málaflokka hvernig kostnaðurinn í samanburði við fjárhagsáætlun. Þegar horft fram hjá millifærslum heildarkostnaður 22,6 milljónum undir áætlun eða tæpu prósenti frá fjárhagsáætlun þessi fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Þannig það hægt að segja bara málaflokkurinn sé á pari. Gjaldfærða lífeyrisskuldbindingin var áætluð 320 milljónum hjá samstæðunni en samkvæmt ársreikningnum nemur skuldbindingin 444 milljónum eða 125 milljónum meiri en áætlað var. Stafar hækkunin fyrst og fremst að launahækkunum í kjarasamningum opinberra starfsmanna en lífeyri fyrir elli, örorku og makalífeyri reiknast sem hlutfall af þeim launum sem í gildi eru hverju sinni og líka ákveðnum lífslíkum og öðru sem tekið inn í þetta. Og þetta þetta töluvert sveifla en því miður þá gerist þetta reglulega og til dæmis árið 2017 var sveiflan 48% frá fjárhagsáætlun með skuldbindingu í ársreikningi og enn meira að nokkur ár þar á undan. Ef við förum í fjármagnsliðina, þá eru nettó fjármagnstekjur samstæðunnar námu 190 milljónum eða 65 milljónum meira
en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Samanborið við síðasta ár lækkun fjármagnstekna 36 milljónir. Nettó fjármagnslegir A-hlutans eru tæpar 96 milljónir en þess ber að geta, eins og áður kom fram, að óbein niðurfærsla á eignarhlut Vestmannaeyjabæjar í Herjólfi OHF 108 milljónir hefur neikvæð áhrif á stöðu fjármagnslega bæjarsjóðs sem því nemur. Helstu frávik einstakra málaflokka, ef við förum aðeins yfir þá. Byrjum á félagsþjónustunni. Tekjur hækkuðu rúmar 11 milljónir á milli ára og voru þar reyndar rétt rúmar 11 milljónir umfram áætlun. Laun fóru 17,6 milljónir umfram áætlun en annar rekstrakostnaður var 14 milljónum undir áætlun. Þetta skýrir að mestu hvers vegna málaflokkurinn tæpum 2% undir fjárhagsáætlun. Fræðslu og uppeldismál. Nettó rekstrakostnaður fræðslu og uppeldismála nam tæpum 1845 milljónum sem 99 milljónum hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Laun fóru 120 milljónum umfram áætlun og skipti það mestu máli aukning útgjalda hjá GRVF að fjárhæð tæpar 70 milljónir vegna launahækkana í kjarasamningum og afleysingum vegna veikinda í COVID. Tekjur málaflokksins voru hins vegar 13,2 milljónir undir áætlun og annar rekstrakostnaður var tæpum 34 milljónum undir áætlun sem þýðir það að málaflokkurinn fór eins og áður sagði 99 milljónum fram úr sem 5,7%. Nettokostnaður menningarmála nam 210 milljónum eða tæpum 32 milljónum meira en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Þetta skýrist að mestu á samdrætti í eldheimum það bil 25 milljónir í tekjum vegna fækkunar ferðamanna til Vestmannaeyja. Einnig var rekstrarafkoma Sagnheima byggðasafn minni en áætlanir gerðu ráð fyrir sem skýrist meðal annars á innheimtum styrkjum fyrir árið 2020. Niðurstaða æskulýðs- og íþróttamála var 553 milljónir og var málaflokkurinn 13,5 milljónum yfir áætlun, sem 3%. Helstu ástæður hækkunarinnar eru launahækkanir samkvæmt kjarasamningum og veikindalaunin í COVID. Brunamál og almannavarnir. En við tökum það, þá var niðurstaða málaflokksins rétt rúmar 49 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir rétt rúmar 50 og málaflokkurinn því aðeins undir áætlun. Niðurstaða hreinlætismála var neikvæð 56 milljónir rúmar sem 14,8 milljónum umfram áætlun. Tekjur málaflokksins voru tæpum 7 milljón krónum hærri en áætlun gerði ráð fyrir en kostnaðurinn var 22 milljónum meiri en áætlun gerði ráð fyrir og skýrist þetta aðalega af auknu magni sorplosunar í Vestmannaeyjum. Það var sem sagt talsvert mikið það að fólk var að taka til á heimilum sínum og losa sig við sorp á síðastliðnu ári. Skipulags- og byggingamál voru 8,6 milljónum undir áætlun, heildarkostnaður málaflokksins nam 88,5 milljónum en var áætlað 97,1 milljón. Að mestu leyti skýrist þetta lægri launakostnaði upp á 3,6 milljónir og lægri rekstrakostnaði en áætlanir gerðu ráð fyrir og málaflokkurinn var 9% undir áætlun. Niðurstaða umhverfis- og samgöngumála. Málaflokkurinn upp á tæpar 59 milljónir og með 16,5 milljónum betri afkoma en áætlanir gerðu ráð fyrir. Tekjur eru 13,3 milljónir lægri en áætlað var og rekstrakostnaður tæpum 30 milljónum undir áætlun. Ástæða lægri tekna að stór hluti innkominna tekna vegna nýframkvæmda við götur eru farið til lækkunar og eigfærum stoppkostnaði vegna gatnaframkvæmda samkvæmt reikningsskilareglum. Tekjurnar voru því tæplega 47 milljónir í árslok og af þeim eru 21 milljón sem endurgreiðslur frá ríkissjóði vegna malbikunar vega. Umhverfismálin námu 114 milljónum rúmum eða rétt tæpum 500.000 umfram áætlun, launakostnaður lækkaði 7,8 milljónir annar rekstrakostnaður hækkaði 7,9. Heilt yfir því málaflokkurinn á pari við fjárhagsáætlun. Niðurstaða atvinnumála var tæp 31 milljón eða 3,4 milljónum lægri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Vestmannaeyjabær réðist í kynningu á markaðsátak hjá ferðamálasamtökunum fyrir árið 2020 og lagði til verkefnisins 12 milljónir. Jafnframt ákvað Vestmannaeyjabær að aðstoða fyrirtæki sérstaklega í ferðaþjónustu með úthlutun fjárstyrkja sem námu alls 5 milljónum. Tekjur voru 1,2 milljón meiri en áætlað var. Laun 2,4 milljónum hærri vegna átaks til atvinnusköpunar en annar rekstrakostnaður var 4,5 milljónum undir áætlun.
Framlög til A- og B-hluta sjóða og fyrirtækja námu tæplega 198 milljónum og var það 5,2 milljónum meira en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Á milli ára hækkuðu framlögin rúmar 34 milljónir og skýringin á þessum hækkunum á milli ára er hækkun umfram áætlun liggur í framlögum til þjónustumiðstöðvar og hraunbúða. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir framlögum til hraunbúða fyrir 80 milljónir en niðurstaðan var 95,3 eða 15 milljónum meira en áætlað var. Rétt er að taka fram að rekstur hraunbúða verður frá og með 1. maí hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og mun því ekki hafa áhrif á bæjarsjóð frá þeim tíma. Framlög til þjónustumiðstöðva námu 102,5 milljónum eða 11 milljónum krónum meira en áætlað var. Ekki þurfti að setja nein framlög inn í félagslega íbúðakerfið en gert hafi verið ráð fyrir framlögum upp á 21 milljón. Rekstrarniðurstaða sameiginlegs kostnaðar endaði í tæplega 288 milljónum eða 0,5% undir fjárhagsáætlun. Laun voru 10,5 milljónum hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir sem skýrist að mestu af hækkun kjarasamninga en annar rekstrarkostnaður var 12,8 milljónum undir fjárhagsáætlun, heilt yfir að því málaflokkurinn á pari. Búið er að fara yfir lífeyrisskuldbindingar og fjármagnsliði. Þannig alls var niðurstaða annarra sjóða og fyrirtæki A- og B-hluta en þeirra sem fengu framlög frá aðalsjóði 81,2 milljónum krónum verri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Er að ræða 7 sjóði, stofnanir eða fyrirtæki, eignasjóð, grótnám, hafnasjóð, vatnsveitu, fráveitu, félagslegar íbúðir og Herjólf ohf. Mestur rekstrar afgangur var hjá hafnasjóði upp á tæplega 47 milljónir. Rekstrarniðurstaða Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs var 101 milljón lakari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Gert hafi verið ráð fyrir tapi upp á tæpar 12 milljónir en tapi var á rekstrinum upp á 113 milljónir. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur er B-hluta fyrirtæki sveitarfélagsins og hluti af samstæðu ársreikningi Vestmannaeyjabæjar. Áhrif félagsins á rekstrarniðurstaðu samstæðureikningsins fyrir árið 2020 eru neikvæð eins og áður sagði 113 milljónir. Eigið fyrir félagsins í árslok er neikvætt rúmlega 5 milljónir og hefur því hlutafjárframlag Vestmannaeyjabæjar verið fært niður með óbeinni niðurfærslu samtals á árunum 2019 og 2020 115 milljónir. Niðurfærslan er gerð í samræmi við 2. málsgrein 30. grein laga ársreikninga nr. 3/2006. Þann 8. febrúar 2021 undirrituðu Vestmannaeyjabæjar og Vegagerðin fyrir hönd ríkisins nýjan þjónustusamning fægursiglinga milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar og Þorlákshafnar. Samningurinn gildir til október 2023. Með samningnum og þeim hagræðingaraðgerðum sem stjórn Herjólfs hefur gripið til er Herjólfi ohf. Tryggður rekstrargrundvöllur út samningstímann með fyrirliggjandi spár farþegafjölda. Afgangur félagslega íbúðakerfisins og Náttúrustofu Suðurlands voru samanlagt með 11,4 milljónir betri afkomu gert að vera ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Eins og áður hefur komið fram þá gera framlög frá aðalsjóði til hraunbúða og þjónustumiðstöðvar þeim stofnunum kleift að reka starfsemin á núlli. Við snúum okkur efnahagsreikningnum. Eignir samstæðurnar voru í árslok 2020 tæpir 14,9 milljarðar og hækkuðu milli ára 4,2%. Þar af hækkuðu fastafjármunum 10,8 eða rúmlega milljarð. Alls námu fjárfestingar og framkvæmdir samstæðunnar tæpum 1180 milljónum en 783 milljónir hjá A-hlutanum. Stærstu framkvæmdir voru íþróttamiðstöðinni að fjárhæð tæplega 190 milljónir, framkvæmdir við gerða nýju slökkvistöð námu 179 milljónir og framkvæmdir í félagslega íbúðakerfinu námu 176 milljónum króna. Er að ræða fjárfestingu í þjónustuíbúðum fyrir aldraða og nýjum þjónustukjarna við íbúðirnar. Aðra stóra framkvæmdir og voru nýframkvæmdir við gatnagerð sem var að nettó fjárhæð 146 milljónir, kaup á Íslandsbankahúsinu fyrir 85 milljónir, hönnun og framkvæmdir í gamla ráðhúsinu fyrir 54, fjárfesting hafnasjóðs fyrir tæpa 93, fjárfesting í fráveitu upp á tæplega 100 milljónir, aðrar einstaka fjárfestingar og framkvæmdir stofnana og verkefna voru hver sig undir 35 milljónum. Skuldir og skuldbindingar samstæðu A- og B-hluta námu í árslok 5,7 milljörðum króna og markvisst hefur unnið að því síðustu ára greiða niður skuldir bæjarsjóðs og skuldastaða Vestmannaeyjabæjar við lánastofnanir mjög góð. Í lok ársins 2020 voru vaxtaberandi skuldir samstæðunnar með næsta árs afborgunum tæplega 292 milljónir og fyrir A-hlutan 89 milljónir. Aðalsjóður mun vera skuldlaus árið 2024 og Vestmannaeyjahöfn er þegar orðin skuldlaus.
Frá árinu 2025 munu einu langtímaskuldir sveitarfélagsins liggja í félagslega íbúðakerfinu og stærsti hluti þeirra bera 1% vexti. Lífeyrisskuldbindingar sveitarfélagsins eru 4.186 milljónir og lífeyrisskuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins færð sem langtímaskuld í efnahagsreikningi á grundvelli stærðfræðilegrar úttektar í árslok 2020. Reiknuð breyting á skuldbindingunni á árinu gjaldfræði rekstrarreikning, skammtímaskuldir nema 840 og þyngst vega aðrar skammtímaskuldir sem eru tæplega 790 milljónir. Eigið fé nemur 9.220 milljónum, veltu fyrir rekstri í samstæðu A og B hluta var 770 milljónir eða 11,3% í hlutfalli við rekstrartekjur, í A hlutanum hlutfalli 14,5 eða 617 milljónum, handbært fé frá rekstri nam rúmum 555 milljónum hjá samstæðinu og í A hluta var handbært fé frá rekstri 265 milljónir. Styrkleika sveitarfélagsins koma vel fram í afkomu ársins 2020. Flest sveitarfélög landsins að glíma við erfiða fjárhagsstöðu sem stafa fyrst og fremst af áhrifum frá COVID. Vissulega hefur Vestmannaeyjabær ekki farið varhluta af þeim áhrifum og áætlað að þau hafi numið 490 milljónum eins og áður hefur komið fram. Og var það ýmist í formi skertra tekna við aukins kostnaðar. Bæjarstjórn samþykkti fjölþætta viðspyrnuáætlun vegna COVID á árinu 2020 sem fól meðal annars í sér auknar framkvæmdir til þess að tryggja atvinnu á meðan á faraldrinum stóð. Fjármálastjórn bæjarins fagleg og vel ígrunduð. Til að mynda eru allar tekjur jafnan mjög varlega áætlaðar og gjöld eru nokkuð nærri fjárhagsáætlun ársins. Þrátt fyrir að rekstrarafkoma neikvæð, A-hluta sé neikvæð, það óverulegt og má að öllu leyti rekja til óbeina niðurfærslu hluta for Herjólfs. Ljóst að áhætta af rekstri ferjunnar til staðar. Ef að Herjólfur OHF væri tekin út fyrir sviga væri 48 milljón króna tekjuafgangur á A-hluta og tæplega 140 milljón króna hagnaður á samsteypinu á þessu COVID ári. Skuldir sveitarfélagsins eru tiltölulega lágar og eiginfjárstaðan góð. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð þar svo lágt að það mælist ekki hjá A-hlutanum en 9,7% hjá samstæðunni. Skuldahlutfalli hjá A-hlutanum hækkar á milli ára úr 122,1 í 127 og hjá samstæðinu fer skuldahlutfalli úr 82,5 upp í 83,2. Eignir sveitarfélagsins eru góðar og nema núna 14,9 milljörðum og þar af nema fasteignir, tæpum 8 milljörðum, veitur, hafnir og gatnakerfi 2,4 milljörðum og fjárfesting Vestmannaeyjabær í verðbréfum til skammtíma ávöxtunar 2,7 milljörðum. Skammtíma bréf samanstanda af verðbréfum í fjárstýringu hjá innlendum fjármálastofnunum sem eru innleysanleg með nokkuð skömmu fyrirvara. Handbært fé samstæðunnar í lok ársins 2020 var rúma 158 milljónir. Þrátt fyrir góðan tekjugrunn sveitarfélagsins sem samanstendur meðal annars af sterkum sjávarútvegi og tengdum greinum, ferðaþjónustu sem öflug í grunninn en á undir högg að sækja vegna aðstæðna heimsvísu, nokkuð mikilli atvinnuþátttöku almennt, þá þarf áfram að sýna aðgát og skynsemi við ráðstöðu skattfjár Vestmannaeyinga. Mikilvægt að ríkið standi við sína skuldbindingar gagnvart sveitarfélögum en á síðasta ári voru framlög Vestmannaeyjabæjar til hraunbúðar 95 milljónir rúmar. En það verður breyting á eins og áður kom fram á þessu ári þar sem Vestmannaeyjabær sagði upp samningi við Sjúkratryggingar rekstur hraunbúða eftir ítrekar og árangurslausar viðræður við ríkið viðbóta fé til rekstur heimilisins. Bæjaryfirvöldum átti nauðugur kostur einn að segja upp samningi við ríkið. Enda það ekki hlutverk Vestmannaeyjabær að greiða niður þjónustu sem ríkið ætti að fjármagna að fullu. Rekstrarkostnaður Vestmannaeyjabær verður áfram stillt í hóf og horft til rekstrarhagræðingar þar sem við á. Vanda verður til verka við fjárfestingar og framkvæmdir og meðal annars horft til einkafjárfestingar og atvinnuhorfa við ákvarðanir fjárfreka framkvæmdir á vegum Vestmannaeyjabæjar á þessum sérstöku tímum. Viðspyrna við veiruógn sem bæjarstjórn samþykkti 16. apríl og síðastliðnu ári samanstóð aðgerðum sem höfðu veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins á árinu 2020. Eignir og eiginfjárstaða bæjarins góð, sveitarfélagið vel í stakk búið til að vinna úr þeim aðstæðum sem upp eru komnar. Tökum sameiginlega þátt í því að halda áfram uppbyggingu á öflugu og góðu samfélagi. Ég vil þakka starfsfólki Vestmannaeyjabæjar og Vestmannaeyingum öllum fyrir þeirra framlag á árinu 2020. Árið sem reyndi mikið á okkur öll vegna heimsfaraldurs, en með samvinnu og samstöðu og samkennd Vestmannaeyinga tókst okkur að komast í gegnum árið með miklu myndarskap. Við skulum halda áfram að byggja upp og vinna saman á þeim nótum. Við erum gott samfélag með mikla möguleika. Þetta ár fer vel af stað, við fengum loðnuvertíð eftir 2 ára loðnubrest.
Gríðarlega mikil uppbygging og jákvæðni á sér stað í okkar góða samfélagi og við sem Vestmannaeyingar getum horft björtum augum til framtíðar fyrir Vestmannaeyjar. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir. Það var það Njáll Ragnarsson sem var búinn að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil nú hefja mál mitt á því að þakka bæjarstjóra fyrir ítarlega og góða yfirferð yfir ársreikninginn sem hér til í fyrri umræðu. Og við svo sem höfum fengið kynningar á þessum ársreikningi bæði í gær og svo náttúrulega þegar hann kom inn í umræðu í bæjarráði í hádeginu í dag, þá fórum við yfir þetta. Og sömuleiðis færi ég þakkir fjármálastjóra og öðrum starfsmönnum bæjarins sem og endurskoðendum hjá KPMG sem hittu bæjarfulltrúa í gær og fóru yfir reikninginn. Það auðvitað þannig að það niðurstaðan í þessum ársreikningi held ég að sé svona miðað við allt og ástandið í þjóðfélaginu og hvernig þetta hefur þróast, og þá held ég að þetta sé nú alveg þokkalegasta niðurstaða. Við náttúrulega eins og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir fór yfir hér áðan, þá eru þetta náttúrulega 4 þættir sem kannski svona helst koma þarna inn og hafa mikil áhrif og var ófyrirséð. Það er náttúrulega þetta rekstrartap hjá Herjólfi sem náttúrulega hægt að tengja beint við COVID, og það eru þessar lífeyrissjóðsskuldbindingar sem hækka gríðarlega þarna á milli ára, veikindalaun og svo náttúrulega lækkun á framlögum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem koma líka inn og skekkja þar leiðandi stöðuna, en eins og bæjarstjóri fór yfir að þá eru þessi COVID-19 áhrif á rekstur sveitarfélagsins sem eru tæpur hálfur milljarður, og það munar nú aldeilis minna. Ég var nú að rifja upp í dag að það var í 16. apríl síðastliðinn, að þá 16. apríl sem sagt fyrir akkurat nákvæmlega ári síðan eða svo, að þá vorum við í bæjarstjórn einmitt að fjalla ársreikninginn, og þar var samþykkt að fara í umfangsmiklar aðgerðir í ljósi stöðuna sem upp var komin í þjóðfélaginu þá, í ljósi COVID, og ákveðið að fara í átak sem myndi kosta, og var áætlað að kostnaður vegna þessara aðgerða yrði 714 milljónir. Tillaga bæjarstjórnar þá, sem var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, gekk út á það að koma innihélt, eins og það var orðað, skjól, stöðuleika og sókn fyrir íbúa, heimili og fyrirtæki og sveitarfélagið í heild sinni. Og ég rak augun í orðalag í þessu sem kannski svolítið lýsandi fyrir það sem við erum að gera hér í dag og þann reikning sem við erum með í höndunum hér í dag, og ég ætla að fá aðeins að vitna í tillögu sem var borin í bæjarstjórn fyrir ári síðan með leyfi forseta. En það segir: Vestmannaeyjabær reiðubúinn að fjárfesta verulega umfram það sem áætlað var í fjárhagsáætlun til viðspyrnu ástandsins í atvinnulífinu sem skapast hefur og getur skapast vegna veirunnar. Ljóst að slíkar ráðstafanir verða að taka mið af þörf og nauðsyn slíkrar innspýtingar. Ljóst að ástandið kemur verra niður á sumum atvinnugreinum en öðrum, og einna verst bitni þá á fyrirtækjum í veitinga-, gisti- og ferðaþjónustu. Og eins og áður segir að þá var áætlað að heildarumfang þessara aðgerða næmi 714 milljónum, og þar af leiðandi höfum við öðruvísi niðurstöðu í ársreikningnum núna heldur en það sem við vorum að áætla þegar við gerðum fjárhagsáætlun fyrir þetta COVID-ár undir lok árs 20, undir lok árs 19 fyrir ekki þið. Þannig að ég heilt yfir að þá held ég að við getum nú svona þokkalega vel við unað með þennan reikning sem við erum með í höndunum. Við erum með tap á A-hluta, en að sama skapi erum við með afgang á samstæðu sem nemur hátt í 30 milljónum segja, og í rauninni þetta svona í takti það sem mann grunaði að þetta yrði svona, en að sjálfsögðu eru
þessi COVID áhrif þau hafa og þau býta ekki bara á fyrirtæki og einstaklinga, heldur býta þau á sveitarfélög og við erum þar engin undantekning. En ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa upp bókun undir þessum lið sem svohljóðandi með leyfi forseta. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir ánægju með ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2020. Rekstrarafkoma var jákvæð rúmlega 29 milljónir króna samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins. Rekstrarafkoma A-hluta var neikvæð 60 milljónir sem skýrist af því að færa þurfti niður hlutafé í óbeinni niðurfærslu 108 milljón krónur í Herjólfur hf. Ef Herjólfur hf væri tekin út fyrir sviga væri 48 milljón króna tekju afgangur af A-hluta og tæplega 140 milljón króna jákvæð afkoma af samstæðunni á þessu erfiða COVID-ári. Ljóst að áhætta af rekstri ferjunnar til staðar, nýr samningur, lengri samningstími og hagræðingar aðgerðir stjórnar Herjólfs hf gefur félaginu möguleika á að vinna tapið tilbaka. Styrkleikar sveitarfélagsins koma vel fram í afkomu ársins. Flest sveitarfélög landsins eru að glíma við erfiða fjárhagsstöðu sem stafar fyrst og fremst af áhrifum COVID-19. Vissulega hefur Vestmannaeyjabæjar ekki farið varhluta af þeim áhrifum og áætlað að þau nemi 490 milljónum króna ýmist í formi skertra tekna eða aukins kostnaðar. Bæjarstjórn samþykkti fjölþætta viðspyrnuáætlun vegna COVID-19 árinu 2020 sem meðal annars fór í sér auknar framkvæmdir til þess að tryggja atvinnu á meðan á faraldrinum stóð. Fjármálastjórnun sveitarfélagsins fagleg og vel ígrunduð, til að mynda eru tekjur alla jafna verulega varlega áætlaðar og gjöld eru nokkuð nærri fjárhagsáætlun. Sveitarfélagið því vel í stakk búið til að vinna úr þeim aðstæðum sem uppi eru. Árið 2020 reyndi mikið á hér í Eyjum vegna heimsfaraldursins, en með samvinnu, samstöðu og samkennd tekst Vestmannaeyingum að komast í gegnum árið með miklum myndarskap. Höldum áfram að byggja upp og vinna saman á þeim nótum, hér er gott samfélag og miklu möguleikar. Þetta ár fer vel af stað með loðnuvertíð eftir 2 ára loðnubrest, gríðarlega mikil uppbygging og jákvæðni á sér nú stað í Vestmannaeyjum og hægt að horfa björtum augum til framtíðar. Þá hef ég lokið máli mínu, forseti. Já, takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Ritari hvíslar hérna til mín að minna bæjarfulltrúa á senda. Það aldrei of oft ítrekkað. Nú, kannski út að ég tók það ekki fram áðan, en þá náttúrulega á ekki við ræðutíminn, á ekki við hér þegar við ræðum ársreikninginn. En allir bæjarfulltrúar eru orðnir nokkuð sjóaðir í þessu, þannig að það var svo sem kannski ekki ítrekka það, en það Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Hér erum við að ræða niðurstöðu ársins 2020 og ég verð að segja það að ég var og mjög hugsi yfir því að við skulum í fyrsta skipti í 14 ár vera að skila sveitasjóði í mínus og það áhyggjuefni og þetta eru viðvörunarbjöllur sem eru búin að vera á lofti í einhver tíma og við höfum oft rætt að það reksturinn sem að við þurfum að passa upp á og þar hafa verið viðvörunarbjöllur og nú það raungerast að sveitasjóður rekinn í mínus og það eitthvað sem að það eiginlega bara sögulegt og á þessum 14 árum sem að hefur verið hagnaður á sveitasjóði hefur tekist á ýmis vandamál. Það hefur bara verið hér heil alheimskreppa, aflabrestur. Það hafa verið yfirfærslur á málaflokkum frá ríki til sveitarfélagsins sem við höfum síðan verið að greiða með. En alltaf hefur okkur tekist að skila afkominni réttu megin við núllið og oft ansi hraustlega með góðum hagnaði og þess vegna eru hér teikn á lofti og niðurstaða sem að ég held að engin bæjarfulltrúi getur verið ánægður með sveitasjóður núna með 160 milljónir í mínus fyrir fjármunatekjur og
heildarniðurstaðan er 630 milljón krónum lakari heldur en árið á undan og það er ekki hægt að horfa framhjá þessum tölum og öðruvísi heldur en að einhverja viðvörunarbjöllur fari að klingja. Og þetta er að gerast þrátt fyrir að tekjurnar séu 230 milljónum yfir áætlun. Og launin, þau eru 400 milljónum krónum yfir áætlun sem er 600 milljónum krónum meira heldur en árið á undan. Og líkt að kom hér fram í ræðu bæjarstjóra þá skýrir Herjólfur, rekstur Herjóls var komin inn árið á undan en að hluta til og það er þó ekki nema hluti af þessum 600 milljónum sem að skýra þessa 600 milljón króna hækkun á launum milli ára. Ég vil aðeins koma að Herjólfi, þar sem að meiri hlutanum virðist vera mikið í mun að segja að þetta tap sé Herjólfi að kenna, rekstrinum á Herjólfi að kenna og niðurstöðunni þar og tala að það sé óbein niðurfærsla á hlutafé á 108 milljónir og það vakti furðu mína þegar maður skoðaði ársreikninginn að það skyldi vera farið í að niðurfæra allt hlutafé sveitarfélagsins sem að er svo sannarlega ekki tapað fé og er fé sem að við munum vinna tilbaka og ætlum okkur að vinna tilbaka og nýr samningur og að Herjólfur sé að sigla til Landeyjahafnar. Marsmánuð var til að mynda með mestan farþegafjölda frá upphafi og þar sem að það er verið að sigla í Landeyjahöfn núna yfir vetrartíman sem að gefa góð fyrirheit og það er mjög margt sem bendir til þess að við munum geta náð að snúa þessum rekstri við og að við munum náð öllu okkar hlutafé tilbaka og það er eitthvað sem við ætlum okkur að gera og ég trúi ekki en allir bæjarfulltrúar séu sammála því og þess vegna tel ég að vera ekki gott að vera með í ársreikningum þessa niðurfærslu að fullu, óbein niðurfærsla vissulega en ég er ánægður að það komi fram og að það sé útskýrt að það sé hægt að vinna þessa fjármuni tilbaka. Það má líka kannski taka fram varðandi reksturinn á Herjólfi að fyrsta árið 2019 var reksturinn í plús ef að við hefum tekið inn óinnheimtar kröfur sem að við áttum á ríkið og sem voru ekki bókfærðar og á þetta var bent en þær voru ekki settar inn þessar kröfur og það hefur komið okkur illa og er að koma okkur núna illa í þessum bæði niðurfærslu á hlutafé og eins þegar við vorum að karpa við ríkið og það er bara, þetta eru mínu viti voru bara mistök að standa svona að ársreikningum. Hann hefði virkilega verið í plús ef að þetta hefði verið fært inn þessar kröfur. Síðan finnst mér nú að því að bæði bæjarstjórinn og bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson tala tíðrætt Herjólf og er að taka hann út fyrir sviga og meðal annars í bókun meirihlutans að mér finnst frekar sérstakt í svona stóru uppgjöri á ársreikning hjá jafn öflugu sveitarfélagi eins og Vestmannaeyjum að menn skuli berja sér á brjóst og taka út fyrir sviga einhver ákveðna hluti og þá ætla ég að leyfa mér að benda á að ef að rekstur hraunbúða hefði verið tekin út fyrir sviga undanfarin ár þá hefði rekstrarniðurstaðan verið mun betri undanfarin ár heldur en hún hefur verið. Ef fjármunatekjurnar væru teknar út fyrir sviga þá væri sveitarsjóður í mínus í tapi 156 milljónir í staðinn fyrir 60 milljónir og í raun og veru er alveg hægt að segja að þetta ár hefði litið mun verr út ef að við ættum ekki
allar þessar eignir og værum með allar þessar fjármunatekjur og staðan okkar væri ekki svona góð og við værum ekki hefðum ekki getað verið að ávaxta fé okkar og verið nánast skuldlaus, þá hefði rekstrarniðurstaðan hér verið mun verri heldur en hún er. Hún hefði verið þrefalt verri heldur en niðurstaðan er núna. Aðeins varðandi yfirferð bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssonar, varðandi að COVID, þá er ég ekki sammála því mati að COVID sé búið að hafa þetta mikil áhrif á rekstur sveitarfélagsins á þessu ári 2020. Ég held hins vegar að COVID hefði geta haft mun verri áhrif á reksturinn og ég held að bara hvernig fólk hefur staðið sig í Vestmannaeyjum í baráttunni við veiruna hefur orðið til þess að atvinnulífið hefur gengið ótrúlega vel miðað við aðstæður og útsvarstekjurnar sýna líka það að við erum 230 milljónir krónur yfir áætlun og við hefðum alveg getað séð þetta mun verra og þetta hefði getað farið mun verr og það er vissulega búið að vera tækifæri til þess að gera hitt og þetta til þess að bregðast við stöðunni. Varðandi þessar viðspyrnu sem við ákvaðum að fara í á árinu 2020 sem að Njáll kemur inn á, þá er það rétt að við ætluðum að fjárfesta á árinu og bæta í fjárfestingar. Það hefur hins vegar ekki mikil áhrif á reksturinn. Það hefur fyrst og fremst áhrif á efnahagsreikninginn. Það er reksturinn hjá okkur sem er að verða vandamál og er áhyggjuefnið. Það er sveitasjóður og sem er í halla. Þar hafa verið viðvörunarbjöllur og bara ég skora á alla bæjarfulltrúa að taka þessu alvarlega. Meirihlutinn setur fram bókun sem lýsa ánægju með þennan ársreikning sem er ársreikningur sem er í fyrsta skipti með sveitasjóði mínus. Ég átta mig ekki alveg á því hvernig að það getur verið niðurstaðan en vissulega fylgir löng bókun og eftir til að skýra hvers vegna og ég skil það mjög vel. En svona í lokin vil ég bara koma fram þökkum til starfsmanna og endurskoðenda fyrir þessa vinnu við ársreikningin. Þetta er auðvitað alltaf mikil vinna sem liggur í svona ársreikningi og það er alltaf svona gaman að fara yfir árið og rýna í þetta og svona oftast erum við að uppskýra svolítið laun erfiðisins en það er kannski ekki alveg jafn skemmtilegt núna þegar niðurstaðan er ekki jafn góð hún hefur verið undanfarin ár. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Það er þá Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Þú ert líklegast á mute, Hildur Sólveig. Þú ert alltaf að merkja þannig hjá mér. Þakka þér fyrir, Elís. Forseti, herðu, hér er ég, þá ætti að heyrast ágætlega í mér núna, ekki rétt. Takk. Herru, ég vil bara taka undir með þeim þökkum sem að starfsfólki hefur verið færðar, bæði yfirferð bæjarstjóra ársreikninginn, endurskoðendum bæjarins og öðru starfsfólki sem að hafa verið í undirbúningi ársreikningsins. Þetta er auðvitað mikið og vandasamt verk og mikilvægt að til þess sé mjög vandað og enda viljum við fá auðvitað sem gleggsta mynd af rekstrinum eins og hann er hverju sinni. Það er auðvitað margt í þessum ársreikningi sem að vekur upp spurningar, margt sem að við þekkjum og vitum frá fyrri árum eins og öfluga eignastöðu og eftir sóknarverða skuldastöðu þar sem að
skuldastaða sveitarfélagsins er lág. En líkt og kom fram í máli Trausta Hjaltasonar að þá er töluvert mikil nýbreytni í þessum ársreikningum allavega fyrir undirritaða sem bæjarfulltrúa að sjá í fyrsta skipti á mínum ferli sem bæjarfulltrúi ársreikning neikvæðan og hluta að koma út í tapi. Og það eru auðvitað veruleg vonbrigði. Og ég þó svo að meiri hlutinn fagni þessum ársreikningi að þá get ég nú ekki ímyndað mér annað en að þetta hljóti að vera ákveðin vonbrigði því að þrátt fyrir sterka eignastöðu og lága skuldastöðu sem við höfum verið að vinna að síðustu 3 kjörtímabil, þá eru það vonbrigði að A-hlutinn sé núna rekinn með 60 milljón króna halla. Og það þarf að leita alltaf til ársins 2006 til að finna slakari rekstrarafkomu samstæðunar. Og 29 milljónir sem eru náttúrulega ekki margar milljónir í jafn stórum og víðfeðmum rekstri eins og rekstur Vestmannaeyjabæjar er. 14 ár, eins og ég segi, síðan sveitarsjóður var gerður upp með tapi og það voru afleiðingar útgjaldaaukningar og á valdatíðar þáverandi vinstri stjórnar. En við vitum það eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltarsyni að frá að minnstakosti miðju síðustu ári að þá vorum við að fara að standa frammi fyrir skerðingum. Og það kom fram ítrekað í bókunum bæði bæjarráðs og bæjarstjórnar að það væru varhugaverðir tímar, óvissu tímar, forsendubrestir og annað slíkt. En þrátt fyrir það hélt meirihluti bæjarstjórnar áfram allt síðasta ár að þenja út rekstur sveitarfélagsins. Þrátt fyrir ítrekuð varnaðarorð fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og þá er auðvelt að grípa inn í til að mynda fasteignakaup sveitarfélagsins, fjölgun bæjarfulltrúa, fjölgun stöðugilda, kostnaðarsamra stöðugilda. En háværar mótbárur Sjálfstæðismanna náðu því miður ekki eyrum meirihlutans. Og afleiðingar útgjaldaaukandi ákvarðanatöku og skorts í aðhaldi í rekstri eru að opinberast því miður í dag í neikvæðri afkomu sveitarsjóðs Vestmannaeyjabæjar og getur ekki talist vitnisburður ábyrgrar fjármálastjórnunar. Og ef við förum aðeins yfir þetta þar sem að við höfum núna gott svigrúm til að ræða og engin forseti á klukkunni, að þá er auðvitað margt sem er hægt að minnast á. Við erum náttúrulega að sjá að það eru þessar ríflega 200 milljónir vel ríflega umfram áætlaðar tekjur, þrátt fyrir náttúrulega á síðasta ári að við vorum að standa frammi fyrir erfiðum aðstæðum í atvinnulífinu á víða, bæði í ferðaþjónustu og annar staðar. Eignastaðan er góð og skuldastaðan lág þó vissulega sé aukning á skuldum milli ára, eins og búið að vera að fara yfir hér áður. Í rauninni fór Vestmannaeyjabær ekki í neinar, þrátt fyrir þessar allar viðvörunarbjöllur og þrátt fyrir það sem var búið að vera að gera, var ákveðið að fara, eða varu engar ákvarðanir hagræðingar aðgerðir til að reyna að koma í veg fyrir þennan taprekstur sem við erum nú að sjá raungerast. Og þegar ársreikningarnir eru samþykktir 2019 í maí, að þá er talað forsendubrest ársins 2020 og hugsanlega tekjuskerðingu jöfnunarsjóðs upp á 100 milljónir. En þá eru engar hagræðingar aðgerðir kynntar eða hvernig hægt er að reyna að halda tökum á rekstrinu heldur haldið áfram að þenja út. Og í júní eru keypt 100 milljón króna fasteign eða hátt í 100 milljón króna fasteign Íslandsbanka. Í ágúst 2020 kom fram að væntanlega yrðu framlög jöfnunarsjóðs 137 milljónum lægra en gert var ráð fyrir. Þá var heldur ekki hagrætt, heldur haldið áfram að taka rekstraríþyngjandi ákvarðanir, en í september, mánuði síðar, ákvað þessi meirihluti að fjölga bæjarfulltrúum upp í 9. Þannig að það er svona virðist vera ákveðið mynstur, að það eru viðvörunarbjöllur, menn eru að sjá að það þarf að fara
að huga að einhverju aðhaldi, en þá er einmitt farið í hina áttina, omvendt, farið í að auka reksturinn og þyngja hann. Að mínu mati er bara vissu leyti verið að vaða áfram og með einhverju marki með bundi fyrir bæði augun og væntanlega tróðið þykkum eyrnatöppum í eyrun til að heyra ekki margítrekaðar sárbænir okkar sjálfstæðismanna um meira aðhald í rekstri á mjög miklum óvissutímum. Og í lok árs, þegar fjárhagsáætlun svo lögð fram, sem að sjálfstæðismenn gátu ekki samþykkt sökum þeirra áherslna sem þar komu fram, lögðu sjálfstæðismenn til að falla yrði frá ákvörðun stöðugild hafnarstjóra. En þeirri tillögu var hafnað og svona rétt í lok ársins nýtt síðasta tækifæri til að skella skollaeyrum yfir þessu sífellda og eilífa tuði sjálfstæðismanna. Og það var svolítið svona áhugaverð yfirferð að skoða fundargerðir síðasta kjörtímabils varðandi athugasemdir bæjarfulltrúa sjálfstæðismanna varðandi reksturinn og þau ítrekuðu bókanir og varnaðarorðum aðhald í rekstri og það sem var verið að reyna að höfða til meirihlutans hvað það varðar. Og vissulega einhverjir sem geta sagt að við höfum verið bara alveg hundleiðinlega. Við vorum á nánast á hverjum einasta fundi eða öðrum hverjum fundi að reyna að koma okkar áhyggjum fram. En það auðvitað mátti ljóst vera fljótlega síðasta ári með aðstæður og auðvitað fóru samningaviðræður fram að eitthvert tap yrði á rekstri Herjólfs og eignastaðan var færð niður sem því nemur. Og ég geri samt sem áður ráð fyrir allir bæjarfulltrúar bindi mikla vonir við að hlutafélagið verði þó að minnsta kosti að hluta fengið tilbaka og möguleika sveitarfélagsins til þess voru auðvitað tryggðir með nýjum og lengri samningum. En auðvitað voru líka, ef við skoðum bara samanburðin á hækkun á heildartekjum og svo aftur á móti svo hækkun á rekstrargjöldum, að þá er náttúrulega það misræmi sem er augljóst þar, eitthvað sem getur ekki gengið og þarf að bregðast við. En ég ætla rétt að vona þessi niðurstaða sem við erum að horfa á hérna núna, að þar sem að allhlutinn er 60 milljónir í mínus og samsteypan svona rétt tæpar 30 milljónir í plús sem er auðvitað nánast ekkert, að þetta sé ekki komið til að vera. Þessi staða sé ekki eitthvað sem að vilji, þessi meirhluti vilji halda áfram með, eða vegferð sem við vilji halda áfram með, en ég er samt ekki að sjá neinar aðgerðir til þess að spyrna við fótum, að því í rauninni það sem ég er búin að vera að telja upp hér í dag varðandi til dæmis hafnarstjóran, varðandi fjölgun bæjarfulltrúa, þetta eru allt hluti sem við eigum að sjá í framtíðinni. Við vorum að sama skapi 2019 ekkert síður að reyna að spyrna við fótum. En ég ætla reynilega að grípa svo djúpt í árina og segja að rekstur sveitarfélagsins sé í ákveðnu uppnámi og líkt og kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasonar þá höfum við ekki séð slaka rekstrarafkomu í 14 ár eða frá því að áhrifa síðustu valdatíðar vinstrimanna hefur gætt. Og ég held að ég láti þetta bara duga í bili. Takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það var nú ekki fleiri beðið um orði að sinni allavega. Þannig ég hef nú bátt með að trúa að þessar umræður séu lokið. En sjá nú til hvað það varðar. Kannski fyrst að já, mann sjá. Ég er bara já, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, þú ætlar að vera með bókun. Ekki best að þú klárir þá bara þetta innlegg hjá þér. Gjör svo vel. Út á mute, Hildur. Svona.
Afsakaði Hildur Sólveig en það er ekkert hljóð sem fylgir, þannig að við verðum að þá að byggja á varalestri ef að Heyrðu, heyrir í mér Nota betur komið. núna? Fyrirgefðu. Nota komið, gjörðu svo vel. Bókun hefst þá nú. 14 ár eru síðan sveitasjóður Vestmannaeyjabæjar var í mínus. Markviss viðspyrna Sjálfstæðisflokksins á undanförnum kjörtímabilum gegn þenslu, skynsamar fjárfestingar og hagræðingaraðgerðir hafa skilað sveitarfélaginu efnahagslegum sveigjanleika til að takast á við óvænt áföll á borð við loðnubresti og alheimskreppu. Full ástæða er til að taka þessum taprekstri sem viðvörunarbjöllu rekstur núverandi meirihluta H og E-lista. Bókun lýkur og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Ég sendi hana svo núna. Takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá var það Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins bara að bregðast, forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að bregðast við bara nokkrum. Hér bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson fór yfir það að þau brugðust við alheimskreppu, bankakreppu. Bankakreppan frá 2008 til 2010-11 voru einhver bestu ár í sjávarútvegi á Íslandi sem getur. Það kom makríll hér inn. Hér fóru tekjur Vestmannaeyjabæjar upp úr öllu valdi og var gríðarlega góður tími. Og bara frábært og það sést náttúrulega í ársreikningum þess árs hvers útvarpstekjurnar fóru hátt upp og gengið féll og þetta vann allt með okkur þarna. Þannig það var nú kannski ekki styrk fjármálastjórn Sjálfstæðisflokksins sem bjóð það til. En sem betur fer fyrir sveitarfélagið. Mig langar líka að þegar hér áðan var, ég held til leiðrétti með það rangt, ég held að það veri bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem sagði varðandi COVID að þessar 490 milljónir eða hvort það var bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson annarkvort að þetta væri ekki tölur sem að það væri verið að henda einhverju fram og eitthvað. Ég er bara gríðarlega ósátt við það. Þetta eru tölur frá fjármálastjóra Vestmannaeyjabæjar sem að engin pólitísku bæjarfulltrúi býr til. Þannig ég vil bara leiðrétta það. Þetta eru tölur sem hann heldur fram áhrif COVID á reksturinn og bara eitt lítið dæmi sem ég fór með áðan til dæmis 30 milljón króna tekjutap í eldheimum vegna þess að það voru 30 milljón króna minni tekjur af því að kom ekki ferðamenn. Og það er ýmislegt þarna sem farið var í gegnum í bæjaráði og þetta fór nú í gegnum bæjaráð og bæjarstjórn án mótmæla að það væri eitthvað að þessum niðurstöðu fjármálastjóra sem kom með þessar tölur inn til bæjaráðs og þetta eru tæpar 500 milljónir og svo finnst mér afskaplega skemmtilegt að það sé talað að A-hlutin sé rekinn í mínus. Ég bara, það tala alltaf sveitasjóð, það virkaði svolítið svona svo samstæðan en A-hlutin náttúrulega eru þetta ekki rekinn í mínus. A-hlutin er ekki rekinn í mínus, heldur fáum við á okkur 108 milljón króna niðurfærslu hjá Herjólfi sem bættir inn og hefur ekkert með rekstur sveitafélagsins að gera. Rekstur sveitafélagsins hefur ekki með niðurfærsluna á bréfum Herjólfs að gera, ekki neitt. Og mér er svolítið spaugilegt að heyra það þegar verið er að tala að það séu að skila sveitafélaginu í mínus fyrir fjármunatekjur og annað. Ég held að bæjarfulltrúar ættu nú að skoða það er fjárhagsáætlun sem bæjarfulltrúarnir hafa sjálfir lagt fram á sínum árum í bæjarstjórn, það sem þeir hafa yfirlega meðal annars bæði 17 og 18 gert ráð fyrir því að þessar fjármunatekjur eru nýttar sem tekjur fyrir þær er A-hlutin í mínus. Þannig þetta er svolítið sérstök framsetning en sjálfsögðu kemur hún ekki óvart. En ég hefði bara haldið það að bæjarfulltrúarnir hér væru í svolítið meiri takt við aðra, hvað ég var að segja, forystumenn Sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir tala að það átti að hagræða og gera. Hagræðingaraðgerðirnar okkar snúa að því að ef að sveitarfélagar ætla að hagræða þá er það klárlega snýr mest af launakostnaði að því eins og var farið yfir okkur og þeir fóru með okkur yfir endurskoðendurnir í gær þá er það lang stærsti þátturinn hjá hver einustu stofnun og hjá sveitarfélaginu og ég sá hvergi að það væri lagt til á síðast ári að nokkurt sveitarfélag væri í uppsögnum. Ríkið var það ekki. Ríkið er rekið í gríðarlegum halla til þess að geta látið hlutina ganga. Varðandi jöfnunarsjóðinn að þá kemur það inn þessar tilkynningar að þetta veri komið hátt í 135 milljónir lækkun á framlagi. Það var samt sem áður búið að segja okkur að það yrðu gerða breytingar. Það kemur til að minni tekjum ríkisins
og þá minnka framlögin inn í jöfnunarsjóðinn en ríkið bætti í og það voru teknar úr fasteignasjóðunum ákveðnir fjármunir sem voru settir inn til þess að minnka þetta. Sum sveitarfélög fengu umtalsvert hærri framlög en þeir áttu von á. Það fengum við ekki. Og það að halda því fram að það séu bara komnar viðvörunarbjöllur og reksturinn sé í ólestri alveg gríðarlega sérstök umræða og þegar viðkomandi bæjarfulltrúar eru búin að sitja með endurskoðendur sem segja það að sveitarfélagi standi vel, reksturinn sé góður, þá mjög sérstakt að hlusta á þetta hér á bæjarstjórnarfundi. Og ég held að þessi ummæli það hvernig menn reyna að teikna þetta upp sem að því allt búið að vera í ólestri þegar búið að vera heimsfaraldri hérna, við séum bara getum ómögulega að höndla þetta sveitarfélag og getum ekki stjórna því. Þetta eiginlega vandræðalegur málflutningur. Ég verð bara að segja eins og og kemur mér virkilega óvart að allir bæjarfulltrúar hafi skrifað undir þetta, sérstaklega sá bæjarfulltrú sem situr í bæjaráði og samþykkti klárlega 500 milljón króna COVID áfall á sveitarfélagið, ef hún geti sett það til hliðar og bætt því inn, og sérstaklega líka þeir sem tala Herjólf, að hann sé engin áhætta fyrir sveitarfélagið, hann samt sem áður að setja sveitasjóðin í mínus. Herjólfur setur A-hlutann í mínus. Og ég algjörlega sammála ykkur í því, mér finnst fáránlegt að þurfa að taka inn þessar 108 milljónir í óbeinni niðurfærslu á A-hlutann sem kemur ekki við rekstri sveitarfélagsins. Og þess vegna þetta óbóðslega sérstök bókun og sérstakar umræður sem eiga hér stað vegna þess að allir bæjarfulltrúar sem hér sita vita betur. Já, takk fyrir þetta Íris Róbersdóttir. Það Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Já, forseti, það eftir að hafa hlustað hér á bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þau Trausta Hjaltason og Hildi Sólveigu Sigurðardóttir, að þá svo sem var nú við því að búast að það yrði talað vondu vinstrimennina 2000 og einhvern tímann í fyrndinni. Það svo sem ekkert nýtt og það nú búið að í þá 2 ársreikninga sem að ég hef samþykkt og í þeim 3 fjárhagsáætlunum sem að ég hef tekið þátt í að semja fyrir sveitarfélagið, að þá nú iðulega talað vondu vinstrimennina og að allt sé hér komið í uppnám vegna þess að vondu vinstrimennir eru komnir hérna aftur til valda. Þessi gagnrýni í rauninni eins og gagnrýni sjálfstæðismanna á þennan ársreikningi heild sinni finnst mér aumkunarverð, hreinlega. Ég velti því hreinlega fyrir mér þegar ég hlustaði hér á bæjarfulltrúa Trausta Hjaltason áðan, hvort að við séum ekki alveg örugglega að tala sama ársreikningin, hvort við séum ekki að tala sama árið sem að hér búið að gera upp. Vegna þess að hann talar það að við, og þá ég og bæjarstjóri sem hafum tekið hér til máls hjá meirihlutanum, að við séum að taka út fyrir sviga og viljum taka út fyrir sviga einhverja þætti eins og til dæmis Herjólf sem náttúrulega einn og sér tegir niðurstöðu A-hlutans niður fyrir núllið. Og við séum að taka hraunbúðir eitthvað út fyrir sviga og við séum að taka hitt og þetta út fyrir sviga. Trausti Hjaltason að taka hreinlega COVID-19 út fyrir sviga? Við erum með ársreikning þar sem að COVID áhrif eru metin upp á 490 milljónir og bæjarstjóri búin að fara mjög vel yfir það, hvernig sú tala fundin út og hvernig þetta allt reiknað. Hægt að tala að við Íris Róbersdóttir bæjarstjóri séum að taka hluti út fyrir sviga en taka sjálfur COVID-19 hreinlega í heild sinni út fyrir sviga. Ég alveg sammála Trausta Hjaltason það að ástæðan fyrir því að Herjólfur ohf. Skilar svona lélegri niðurstöðu á síðasta ári, það COVID. Ég alveg fullviss það og hef svo sem sagt það áður bæði í ræðu og riti að mín skoðun sú að ef að Herjólfur rekinn þann með ábyrgum hætti og ef að það leiðir sem að stjórn Herjólfs hefur farið í núna að skera niður rekstrakostnað, að hagræða í rekstrinum og gera hinar þessar ráðstafanir til þess að bregðast við lélegri afkomu,
að þá hægt að reka þetta félag þannig að það verði ekki stór tjóna fyrir sveitarfélagið. Og mér finnst þetta að vera ákveðin feluleikur og einhvern veginn að flýja hreinlega raunveruleikann að segja það að Herjólfur einhvern veginn sé, og það verið að láta það bara að gefa að því skóna að Herjólfur skipti bara ekki máli inn í rekstur Vestmannaeyjabæjar. Við erum nú bara heldur betur að sjá það núna að 108 milljóna niðurfærslu á Herjólfi, það dregur sveitarfélagið, það eitt og sér dregur sveitarfélagið niður fyrir núllið. Og bæjarstjóri búinn að fara vel yfir þetta. Þannig að þú veist, þessi hugsun kom upp í hausuna mér áðan, hvort að Trausti Hjaltason væri hreinlega bara að skoða sama ársreikninginn og ég. En það var eitt jákvætt sem að Trausti hins vegar segir, og ég ætla ekki bara að vera leiðilegur, ég ætla að líka þakka bara fyrir hrósið vegna þess að hann talar að það hefði getað farið verr en sterk og ábyrg fjármálastjórn sveitarfélagsins komið veg fyrir að verð færi. Og ég tek það svo sannarlega til mín og ég held að við getum gert það, ekki bara ég og Íris Ómarsdóttir bæjarstjóri, heldur líka þeir sem að sitja í bæjarráði. Þetta við höfum verið haldið mjög vel utan það og fylgst mjög vel með gangi mála, og þá bara þakka ég þeim sem hafa setið í bæjarráði á þessum tíma fyrir bara ákaflega gott samstarf. Það svo margt í þessari gagnrýni sem er aumt. Og það talað meðal annars hér ég held að það hafi einhver nefnt hafnarstjórastöðuna, hún kemur náttúrulega ekki inn fyrir árinu 2021, það talað fjölgun bæjarfulltrúa, það náttúrulega löngu orðið frægt viðkvæmni sjálfstæðismanna fyrir því að hafa hér öflugt lýðræði, það kemur ekki í gagni fyrir árið 2022, húsnæðiskaup, og þá verið að væntanlega að vísa í kaupin á Íslandsbanka húsnæðinu. Það ekki hluti af rekstri, það hluti af eignarsjóði og kemur rekstrunum akkurat nákvæmlega ekkert við. Þannig að það svo margt í þessari gagnrýni sem fyrirsjáanlegt vegna þess að sjálfstæðismenn, þeir eru tilbúnir að ganga svo langt að viðurkenna ekki COVID-áhrifin, viðurkenna ekki Herjólf, og það var nú talað það hér áðan að við ættum að fara í einhverja bókhaldsfiffir til þess að niður færa ekki tapið á Herjólfi í þennan ársreikning til þess að vera með betri niðurstöðu. Ég veit ekki hvað svona bókhaldsfiffir í þetta og hvaða endurskoðandi eða hvaða sveitarstjórn myndi nokkurn tímann láta sér detta í hug að taka þátt í einhverjum svona fíflagangi. Ég verð nú bara að segja það alveg eins og Þannig en ef einhver heldur það að ég sé hoppandi hæðmína af hamingju yfir þessum ársreikningi, þá það ekki þannig. En ég hins vegar veit það að þetta ár búið að vera erfitt, ekki bara fyrir sveitarfélagið í Vestmannaeyjar, ekki bara fyrir sveitarfélög í landinu, fyrirtæki, heimili, það var allir orðið fyrir einhverjum áhrifum. Og við erum að uppskera það, við erum að draga saman þetta ár og við erum að vita það, en við þurfum að vera sanngjörn í því að horfa á að COVID hefur haft áhrif á reksturinn, bæði gegnum Herjólf, bæði í gegnum veikindalaun meðal annars, við erum með lækkun á framlögum frá jöfnunarsjóði, við erum með 490 milljón króna áhrif á COVID inn í reksturinn. Ef við ætlum að einhvern veginn að stinga höfðin í sandinn og ekki að horfa á þetta og ekki einhvern veginn að sætta okkur við að þetta hafi áhrif á rekstur Vestmannaeyjabæjar, þá veit ekki á hvaða stað við hreinlega erum. En að öðru leyti að þá þakka ég bara enn og aftur fyrir góða yfirferð hjá bæjarstjórunum áðan. Ég þakka fyrir starfsmönnunum og þeim sem hafa tekið þátt í þessu samstarfið í bæjarráði sem hefur verið með miklum ágætum, og svo ætla ég bara að enda af minni hálfu þessa umræðu á því að segja að það bjart framundan. Við vorum með loðnuvertíð, það að koma vor, og þetta ár trúi ég að verði ár bjartsýni og að við komumst loksins upp úr þessum pestarfjanda sem búinn að náttúrulega setja hér á annan endan, en ég held að sé bjart framundan og við höfum að líta með bjartsýni til framtíðar. Þá hef ég lokið máli mínu, forseti. Já, takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Það var Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem ætlaði að fá að bera af sér sakir, gjörðu svo vel, Hildur Sólveig Sigurðardóttir.
Takk fyrir forseti. Ég ætla að fá að bera mig sakir. Það var bæði verið að fjalla hérna og tala að málflutningur minn og minna félaga væri aumkunarverður og að ég væri ekki í takt við mína forystu, þannig að ég ætla að fá að bregðast aðeins við því. Varðandi hagræðingaraðgerðir, af því að það var talað að við værum ekki að koma með neinar hagræðingaraðgerðir, þá held ég að bæjarstjóri hafi hreinlega bara ekki verið að fylgjast nægilega vel með því miður á síðasta kjörtímabili, því við höfum varla gert annað en að reyna sporna við þenslu og reyna að koma með hagræðingaraðgerðir. Ég get bara til dæmis tekið mjög einfalt mála því að formaður bæjarráðs vitnaði þarna í kaupin á Íslandsbanka og vildi meina það að það hefði engin áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Þetta er bara ekki satt og þetta er bara ekki rétt og að reyna að halda einhverju svona fram. Ef að við hefðum, ef þetta sveitarfélag hefði farið þá vegferð sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði hugað sér að fara með sameiginlegar skrifstofur sveitarfélagsins og starfsemi inn á 3. hæð fiskiðunnar og sameina hana þar undir einu þaki, þá hefði sannarlega orðið þar rekstrarhagræðing. Og ætla að reyna að halda einhverju öðru fram er bara firra. Það er til dæmis dæmi hagræðingu sem við höfum reynt að benda á. Það er vissulega að reyna að koma í veg fyrir aukna þenslu, aukin kostnað, aukin útgjöld sveitarfélagsins er leið að minnstakosti til að sporna við útgjöldum og það ætla að segja að við höfum ekkert gert í þessum málum. Það er bara í rauninni vanvirðing við þeim því miður marklausu tilraunum okkar í að reyna að hefta útgjöldin. Og það þegar það er talað að sjálfstæðismenn sem séu að vera með þennan aumkunarverða málflutning, þá er þetta bara auðvitað kannski eins og Njáll vildi nú sjálfur meina að kæmi ekki á óvart, þá kemur það ekki á óvart að meirihlutinn skuli vera svona ofboðslega hissa að þegar í fyrsta skipti að í 14 ár að A-hluti Vestmannaeyjabæjar sé rekinn í mínus, að við séum bara alls kostar ekki sátt við það. Að þeim finnist það eitthvað sérstakt og þeim finnst þetta aumkunarverður og ömurlegur málflutningur. Við berum skyldur í þessu bæjarfélagi til að verja og fara vel með fé fólks og við gerum það eftir ákveðnum stefnum og straumum og við gerum það eftir okkar eigin sannfæringu. Og þegar að formaður bæjarráðs talar slíka sannfæringu sem aumkunarverða, að þá bara misbýður mér og því vildi ég koma hér upp í pontu og fá að verja mitt mál. Þannig að ég þakka fyrir það að ég hafi fengið tækifæri til að bera að mér þessar sakir. Takk, forseti. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þetta eru ágætar umræður sem aðilum ber greinilega mikið á milli. Ekki alveg ljóst hvað þessum lið sé lokið, umræðu sé lokið að sinni. En ég reikna með að svona reyna að taka kannski hlé 7:30 eða eitthvað slíkt, kannski eftir korter eitthvað svoleiðis, að ég veit að þetta pínu svona lúið að sitja hérna við tölvuna. En ég var nú vonast til þess að klára kannski þennan lið, en ég er kannski ekki alveg viss að það náist á 15 mínútum, en svona kannski reyni ég ef að ég sé að þetta er að klárast og tegi þetta eitthvað, en það verður hlé svona allavega á næstu 15-20 mínútum. En Trausti Hjaltason hefur beðið orðum að gjöra svo vel, Trausti. Takk fyrir, forseti. Og það er ærinn ástæða til þess að bregðast hér við umræðunni. Hún er hressandi. Varðandi, heyri ég ekki sjálf mér? Heyrist í mér eða? Já, það heyrist í þér, Trausti. Ok. Herðu, já, varðandi það sem kom fram í máli bæjarstjóra Írisar Róbertsdóttur varðandi að ég hafi nefnt bankakreppuna, þá til þess að útskýra það ef að það hefur ekki komist nægilega vel til skila, þá var ég með þessum punkti að benda á að ýmislegt hefur gengið á í rekstrunum og
COVID ekki fyrsti utanaðkomandi hlutin sem hefur áhrif á reksturinn og til að mynda við höfum verið að greiða með rekstri hraunbúða og varðandi að taka út fyrir sviga þá það ekki, ég var ekki að taka neitt út fyrir sviga heldur var að benda á að ef að meirihlutin ætlar að taka Herjólf út fyrir sviga líkt og þau gera í bókun sinni þá var ég að benda á að ef að menn ætla að vera að taka út fyrir sviga að þá hægt að taka út fyrir sviga eins og fjármunatekjur, rekstur hraunbúða og annað og segja að hlutinir komi betur út ef að hlutinir eru teknir út fyrir sviga og síðan varðandi það að bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson sé ekki á sama fundi já, sko allavega bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson og bæjarstjórinn Íris Ómarsdóttir þau eru ekki sammála hvort að Herjólfur skipti máli í ársreikningnum. Bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson segir að Herjólfur skipti máli á meðan að Íris segir að sé vandræðalegur málflutningur að tala að rekstrarreikningurinn sé í mínus í A-hlutanum vegna þess að ef að Herjólfur tekinn þar út þá sé það ekki þannig og það viti það allir að A-hlutin sé í plús. En hér í niðurstöðunum ársreiknings, rekstrarreikningur ársins 2020, þá A-hlutin í mínus fyrir fjármunatekjur 156 milljónir og eftir fjármunatekjur 60 milljónir. Þannig að A-hlutin í mínus og það að við skulum tala það ekki vandræðalegur málflutningur, heldur ábyrgur málflutningur og skárra væri það nú ef að minnihluti í bæjarstjórn sem hefur skilað í plús í 14 ár skuli ekki benda á það ef að ársreikningurinn í mínus og skuli ekki ræða það á einhverjum nótum sem einhvers konar tímapunktur að skárra væri en það mætti nú vera alls í slappur minnihluti sem myndi ekki ræða það. Að sjálfsögðu teiknar hlutina upp eins og þetta sé í góðu lagi og þetta sé bara fínt og að sjálfsögðu teiknar minnihlutin þetta upp eins og þetta sé ekki í góðu lagi og þetta sé ekki fínt og þar af leiðandi við Njáll kannski ekki staddir á sama fundi en ég hlusta alveg á það sem þið segið og ég vona líka að þið hlusti á það sem við segjum. Og varðandi að hafnarstjórastaðan og fjölgun bæjarfulltrúa sé ekki komin inn í reikningin, það akkúrat málið. Það snúast áhyggjur okkar. Áhyggjur okkar snúast það að það í pípunum rekstrarþyngjandi ákvarðanir sem meirihlutin búinn að taka sem ekki einu sinni komnar inn í reikningin en hann samt í mínus. Hann samt í mínus. Samt á að setja þetta inn í næsta ár, inn í næsta reikning, þetta ár, númerandi ár og næsta ár og næsta ár og næsta ár og við erum að auka þensluna og svo kemur bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson upp í pontu enn einu sinni og talar að Sjálfstæðisflokkurinn vilji ekki aukið lýðræði vegna þess að þeir vilji ekki fjölga bæjarfulltrúum. Hvaða vitleysa þetta eiginlega? Auðvitað vill Sjálfstæðisflokkurinn aukið lýðræði. Við höfum aldrei sagt það að við viljum ekki aukið lýðræði. Við höfum hins vegar talað fyrir auknu lýðræði og höfum meðal annars á undanförnum árum komið á fjölmörgum íbúafundum þar sem að við höfum boðið íbúum þátttöku í lýðræðinu og við höfum verið að opna hér fundi og annað og það bara vegferð sem að ég vil halda áfram að taka þátt í og mér finnst skemmtilegt þegar að pólitíkin verður opnari og gefur fólki tækifæri á að taka þátt í henni. Það gerðum við í verki bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með því að hleypa fleirum aðilum inn í nefndastarf sveitarfélagsins og það eitthvað sem að væri kannski eitthvað sem að þessi meirihluti mætti íhuga að sýna það kannski meira í verki að auka lýðræði en ekki bara tala stanslaust það og neita því að fara með hluti í íbúakosningu þegar það lagt til en vera með kosningaloforð að fara með hlutin í íbúakosningu eins og til að mynda hugmyndin að fjölga
bæjarfulltrúum, þannig að það er mjög auðvelt að tala aukið lýðræði, en það er kannski ekki alveg jafn auðvelt að láta það verða að veruleika. Bæjarfulltrúar meirihlutans tala að við séum að stinga höfðinu í sandinn. Ég vísa því bara til föðurhúsanna og segi að ef að þetta er stemningin, þá er meirihlutinn að stinga höfðinu í sandinn ef þau vilja ekki sjá það að það séu einhver teikn á lofti að reksturinn gæti verið að fara í óefni ef að áfram verður haldið í þessari vegferð, vegna þess að það eru ákvarðanir í pípunum sem að fara að veikja reksturinn. Það var ekki verið teknar neinar ákvarðanir til þess að hagræða eða vera að gera eitthvað sem að geti verið svolítið sniðugt, eins og til dæmis að vera með bæjar skrifstofunar allar í sama húsinu og reyna að hagræða eitthvað og reyna að nota fjármuninu okkar í að búa til eignir sem að geta aðstofað okkur við reksturinn í staðinn fyrir að eyða peningum í að flikka upp á eignir og fjölga eignunum okkar sem að þýðir að reksturinn okkar verður ennþá þyngri. Það er ekki góð pólitík að mínu viti og mér finnst það líka svolítið vera að stinga höfðinu í sandinn með það að lýsa yfir ánægju með ársreikninginn en ég skil það mjög vel að það fylgi mjög löng bókun með þess að útskýra hvers vegna. Takk. Takk fyrir, Trausti Hjaltason. Íris Róbertsdóttir var búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að fá að bregðast við þegar var því haldið fram í máli Trausta Hjaltasonar og ég og bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson værum ósammála varðandi Herjólf, þá bæjarfulltrúinn Trausti Hjaltason ekki hlusta á það sem ég sagði vegna þess að við erum bara alls ekki ósammála Herjólf, en það sem að á fundi með endurskoðendum að þá var farið yfir og ég er nú búin að sitja fleiri fundi með endurskoðendum heldur en bæjarfulltrúarnir og þar ræddum við töluvert mikið af hverju þetta tap Herjólfs, 113 milljón króna tap, 108 milljónir af því færast inn á A-hlutann en 5 milljónir inn á B-hlutann og samstæðina, að af hverju það þyrfti að taka það inn í A-hlutann og bara það eru reikningsskilareglur sem gera það og segja það og ástæðan fyrir því að okkur þykir eðlilegt og mér og fleirum að taka það, að ræða það, að taka það út fyrir sviga er að fyrir það fyrsta þá er mjög sérstakt að því verður að bera saman Hraunbúðir og Herjólf. Vestmannaeyjabær stýrir Hraunbúðum. Vestmannaeyjabær er B-hlutafyrirtæki Hraunbúðir er B-hlutafyrirtæki hjá Vestmannaeyjabæ. Við stýrum því, þetta eru starfsmenn okkar. Herjólfur er OHF-félag. Vestmannaeyjabær á félagið og þar með líkur aðkomu Vestmannaeyjabæjar nema á aðalfundum. Vestmannaeyjabær stýrir ekki Herjólfi. Það sem ég er að segja er að félag sem er B-hlutafélag er tekið upp og tapið er sett inn sem þýðir það að reksturinn á því sem að Vestmannaeyjabær stýrir er ekki í mínus þrátt fyrir það að bæjarfulltrúar sé að reyna að halda því fram. Þetta er bara misjafn skilningur. En ég vil bara Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi, ég og Njáll Ragnarsson bæjarfulltrúi erum alveg á sömu blaðsíðu þarna. Svo finnst mér, ég tók eftir því þegar Trausti fór að skilgreina hlutverk okkar og ég er alveg sammálunum í því þau eru misjöfn. Það er meirihluti í bæjarstjórn og það er minnihluti í bæjarstjórn. Í sömu sveitarfélögum vinnur meirihluti og minnihluti mjög vel saman. Okkur hefur kannski ekki auðvelt að vinna eins vel saman á þessu kjörtímabili þó það hafi verið í mörgum málum. En að því að Trausti talar það að þessi hlutverk minnihlutans að gagnrýna og hlutverk okkar að berja okkur á brjóst einhverju leyti, þá gat minnihlutin líka gagnrýnt yfir $0,5 milljarð í hagnað á síðasta ári hjá samstæðinu. Það var líka verið að gagnrýna það að reksturinn væri komið fram úr hófi, það var nákvæmlega sama í ræðunum kom fram að þetta væri stemdi allt í vandamál. Þannig að þetta er alveg, málflutningurinn er kannski bara eins og Trausti lýsti svo vel hérna áðan, fyrirgefðu bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason, svolítið að fólk fast í hlutverkum sínum. En ánægjan sem við lýsum með ársreikningin að tekist hafi að skila samstæðinni réttum megin við núllið, og nú ætlum ég að segja það í 100. skiptið,
þrátt fyrir það að við höfum fengið í fangið 113 milljón króna tap frá félagi sem við ekki stýrum og ekki innan reksturs Vestmannaeyjabæjar. Heldur OHF félag sem Vestmannaeyjabær á. Þannig að við verðum bara að vera sammála að vera ósammála þennan skilning, en það algjörlega ljóst og kom fram á þessum fundi með endurskoðendunum, svo ég ítreki það, að sveitarfélagið stendur vel, stendur styrkum stoðum og bara, ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúanum Njáli Ragnarsyni, tilfinningin svolítið að menn að reyna að bera saman alheimskreppuna sem var bankakreppan og COVID. Bankakreppan var dropi í hafið með kreppuna sem núna, ef fólk fylgist ekki með. Ég meina það allur efnahagur heimsins búin að leggjast á hliðina núna. Stór hluti gerði það í bankakreppunni, en ekki með þessum hætti sem hefur gerst núna. Það hvert einasta land búin að vera í takmörkunum, læsingum, þurfa að beita ótrúlegum takmörkunum á allt lífum fólks, all starfsemi fyrirtækja. Þannig það hefur aldrei komið upp svona mál eins og við erum að díla við í dag. En ég væntanlega þarf ekki að segja ykkur það, vegna þess að við höfum fundið þetta á eigin skinni hér, áhrifin sem þetta hefur haft, bara á okkar samfélag, á Ísland, svo ég tala nú um allan heiminn. Þannig að við hljótum öll að geta verið sammála það að COVID raunverulegt. COVID hefur gríðarlega áhrif, hefur haft 300 milljarða áhrif á ríkissjóð. Þannig að þetta risa stórt mál. Og kannski snýr þetta bara á þessu umræðu svolítið af því sem Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi sagði svo listilega hérna áðan. Það ykkar hlutverk, bæjarfulltrúa meirihlutans að verja þetta. Það okkar hlutverk að vera á móti því og tala og veita þetta aðkast. Að veita það að tala með öðrum hætti. Það kannski kristallar svolítið þessu umræðu það. En ég held að það væri samt allt í lagi að setjast aðeins niður og bara hugsa að þetta ár var ótrúlegt, það gekk samt ótrúlega vel, af því það verið vitna til þess að tekjurnar hafi aukist, en tekjurnar voru aukast miklu minna en það eru oft að gera. Ég kom inn á það í framsögunum minni ef við mistuð af því, að við áætlum tekjurnar alveg gríðarlega varlega. Við erum eitt af fáum sveitarfélögum sem áætlar svo rosalega lágar útsvarstekjur. Við erum undir rauntekjum ársins 2019 í áætlun. Flest sveitarfélög reiknið upp 6% á ári. Þannig að þetta við verðum að skoða þetta svolítið með þeim hætti, eins og ég reyndi nú að fara yfir og skýra, en auðvitað yrði ég bara skoðanir annarra og svona, þó ég sé bara ekki sammála. Það verður bara að vera þannig. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir. Það var Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að fá að bregðast við með bókun frá meirihlutanum. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vita betur en að halda því fram að rekstur sveitarfélagsins sé í ólestri, enda sátu þeir fund með endurskoðendum þar sem fram kom að staða sveitarfélagsins sterk. Eins og fram hefur komið eru það áhrif af 113 milljóna króna tapi Herjólfs sem setja A-hluta sveitarsjóðs í neikvæða afkomu. Það að ætla sér að horfa fram hjá því í besta falli óábyrgt. Takk fyrir, ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Og það ekki fleiri sem hafa beðið orðið, þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta sé að tæmast. Enda allmargir búin að biðja orðið og flestir búin að taka til máls einu sinni og einhverju orðið tvisvar, þannig að það á verða tæmt þar sem að bæjarfulltrúar geta nýtt í þessari umræðu. Þannig að slá í 1,5 tíma, en svo sem það náttúrulega ekki nýtt. Við ræðum þetta mikið og okkur greinir á svolítið í þessu. Kemur allavega ekki mér á óvart, en Trausti Hjaltason, þessu vel. Þakka fyrir forseti. Herðu aðeins að fá að bregðast hér við því sem hefur verið sagt mína yfirferð hér af bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur og
varðandi mína yfirferð, þá kom fram að varðandi það sem að ég sagði að bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson og Íris hafi, þegar ég segi að þau séu ósammála, þá kom fram í máli bæjarstjóra að hún hafi fundað með endurskoðun og það sem hafi verið farið yfir það að samþykkja að færa niður hlutafé í ársreikningnum sem að ég er alls ekki sáttur við, svo að það komi fram og hún talar um að þetta og meiri hlutunum er í tíðrættum að þetta skipti rosalega miklu máli, en ég vil bara benda á að bæjarstjórinn heldur á eina hlutabréfinu í Herjólfi og HF og Vestmannaeyjabær með Herjólf í bókum félagsins. Þannig að hvort sem okkur líka það betur eða verð, þá er það staðreynd og við förum þar af leiðandi með ferðina. Og já, við gagnrýndum svo vissulega í fyrra árið 2019, rekstrarniðurstöðu ársins 2019 og það væri teikn á lofti og það var greinilega þá eitthvað til í því sem við vorum að segja þá, enda er rekstrarniðurstaðan í aðalsjóði í mínus. Þannig að það sem við vorum að segja þá, allt sem að meirihlutanum fannst vera svo ómögulegt og að það sem við vorum að segja væri svo ómögulegt þá, það hlýtur þá að hafa raungerst að einhverju leyti. Og já, ég sagði að í Eyjum höfum við staðið þetta af okkur að einhverju leyti vegna þess að tekjurnar eru 230 milljónum yfir áætlun og mér finnst ekki sanngjarnt að bera okkur saman við lönd þar sem að COVID er að hafa mun meiri áhrif heldur en í okkar samfélagi og bara tekjurnar sýna það. Og já, við áætluðum tekjurnar lægri heldur en árið á undan, aðeins lægri, þráttur önnur sveitarfélög og einhver séu áætlaði 6% hærri, sem er bara eðlilegt. Og ég ætla aðeins að hjálpa meirihlutanum og ég skil eiginlega ekki á hverju meirihlutan talar ekki meir það. Að á árinu 2020 var loðnubrestur sem að hafði töluverð áhrif. Ef það hefði ekki komið til hans, þá held ég að niðurstaðan væri ekki svona. En loðnubrestur var því miður í kortunum og raungerðist og sem betur fer var áætlunin okkar þannig að við vorum búin að reikna með því og þess vegna voru við heldur líka ekki áætla tekjurnar meira en raun ber vitni. En þær eru samt 230 milljónum hærri þó að við höfum verið að áætla tekjurnar, við ætluðum að reyna að áætla tekjurnar betur heldur en við höfum verið að gera. Þannig að mér finnst ekki alveg sanngjarnt að tala um að við séum alltaf að áætla tekjurnar svo varfærið og við höfum gert það minna heldur en árið undan. Ástæðan var svolítið að við vorum að fara yfir við vorum að undirbúa okkur undir annan loðnubrest sem við vissum að myndi bíta vel í. Og svo að það sé sagt, þá kemur hér bókun frá meirihlutanum með enn og aftur einhverjum fullyrðingum sem ekki sannar að við séum að segja að reksturinn séu ólestri. Við höfum aldrei sagt að reksturinn séu ólestri. Aldrei. Við höfum hins vegar sagt að það séu teikn á lofti að reksturinn, við gætum farið að lenda í vesinni með hann ef við förum ekki að grípa til einhverja aðgerða og ef við förum ekki að hætta að taka svona þenslu ákvarðanir eins og hér hafa komið fram, eins og eru í pípunum, þá getur þetta endað illa og enn verr, en við höfum aldrei sagt að sé neitt í ólestri. Takk. Það er þá Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ein ábending. Ég hjó eftir því forseti og bæjarfulltrúar.
Mér langar bara að koma með eina ábendingu. Mér fannst afar sérstakt að bæjarfulltrúinn Trausti Hjaltason væri að ýja að því þar sem ég héldi á eina hlutabréfinu í Herjólfi að þá hef ég eitthvað með stjórn Herjólfs að gera. Ég vil bara benda á það að eins og Trausti væntanlega þekkir, þá eru hluthafar í fyrirtæki sem stýra ekki daglegum rekstri. Þannig ég vil bara fá að koma með þessa ábendingu. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir var búin að draga tilbaka. Það Helga Kristín Kolbeins, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Ég vil byrja að þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir góða yfirferði yfir ársreikninginn og eins vil ég þakka endurskoðendum og þeim sem að komu þessu í þetta form sem þetta núna bara fyrir. En erfitt ár, vissulega var árið 2020 svakalega erfitt. Það var heimsfaraldur og vonandi sjáum við fyrir endan á þessum faraldri en við erum ekki komin þangað ennþá. Heimsfaraldurinn hefur komið niður okkur í Vestmannaeyjum eins og búið margítrekað komið fram í málflutningi þeirra sem hafa tekið til máls á undan mér. En við erum samt sem áður yfir áætlunum í tekjunum en ekki eins mikið og við hefur verið. Líklega vegna loðnubrestar og ferðaþjónustunnar. Við erum búin að gera það er búið að gera ekki við, stjórn Herjólfs hefur gert nýja samning fyrir skipið og það er búið að gera ráðstafanir til þess að draga úr rekstrarkostnaði. En við vitum öll að við erum á þeim stað núna að það eru vissulega viðvörunarbjöllur allt í kringum okkur og við verðum bara að vera vakandi yfir því að og horfast í augu við það að við erum á tímum sem við höfum aldrei lifað áður. Aldrei. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við horfumst í augu við það og sættum okkur við það að við bara ráðum ekkert kannski öllu og verðum að vanda okkur einstaklega vel, miklu meira heldur en við höfum gert áður. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Helga Kristín Kolbeins. Þá var spurning hvort að Hildur Sólveig vilji koma núna eða hvað við erum stödd í þessu. Þetta farið að vera svolítið kannski endurtekið. Þetta á hvað mig varðar, en Trausti Hjaltason gjör svo vel. Þið fá bara að lesa hér upp bókun með leyfi forseta. Hún hljóðar svo: á undanförnum kjörtímabilum hefur oft verið hart í ári, brestur á vertíðum, þungur rekstur á hraunbúðum, skólum og fjármálahrun. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf lagt mikla áherslu á ábyrgan rekstur og verið tilbúinn að axla ábyrgð og bregðast við þegar á þarf að halda í rekstrinum. Bókun lýkur og við sendum þetta. Undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Þá held ég að það sé komið að Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég held að það sé styttast í þessu. Gjörðu svo vel, Hildur Sólveig. Takk fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já. Mikil umræða eðlilega þessa reikninga og ég nú persónulega ekki alveg á þeirri skoðun að þetta sé í rauninni bara það að einhverjir sé að verja eitthvað og aðrir sé að gagnrýna eitthvað, heldur að eru og hafa verið raunverulegar áhyggjur sjálfstæðismanna á öllu þessu kjörtímabili og hafa verið með varnarorð gagnvart rekstrinum, af því að við vitum það bara, það auðvelt í svona ofboðslega stóri samsteypu að taka og missa tökin á rekstrinum, að ef það ekki snúið við hverri krónu að þá bara gríðarlega auðvelt og líkt og kom fram hér í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasonar áðan, að þá og líkt og ég sagði sjálf frá, að bara það sem ég taldi upp í minni fyrri ræðu var það sem við erum búin að
mótmæli á síðasta ári og á eftir að koma og áhrifa þess á eftir að gæta á næsta ársreikningi. Þannig að hér við þó 2019 vorum við held ég annan hvern fund, ég var að reyna að telja þetta allt saman núna í vikunni og ég held að sé svona jafnvel aðeins meira en annan hvern fund við búin að vera að koma með einhvers konar aðvörunar orð að bæði þegar verið að setja á ný stöðugildi, þegar verið að fara í úttektir sem við teljum að væri ef til vill hægt að vinna af starfsfólki eða fara á einhvern annan hátt fram, þar sem við höfum verið að hvetja til ráðvendni að það klárlega, það ekki einhver, ef menn vilja halda einhver pólitískur leikur. Bæjarfulltrúar sitja hér í sinni eigin sannfæringu, alveg sama í hvaða framboði eða í krafti hvers þeir sitja og þurfa að standa undir sinni eigin sannfæringu. Og mín sannfæring sú að maður hefur haft ákveðin illan bifur á því að hvað virðist hafa verið mikið útgjaldaaukningar og verið svona ákveðin mikil útgjaldaaukning og verið að taka oft óábyrgar ákvarðanir sem að hefði verið hægt að leysa með betri eða hagkvæmari máta, þá til dæmis eins og gagnvart húsnæðismálum og öðru slíku. En það auðvitað svona kannski eins og þetta snýr við mér og þessi umræða sérstaklega eins og mikið búið að tala að það búið að kenna Herjólfi þetta, það búið að kenna lífeyrisskuldbindingum þetta og það voru skert framlög frá jöfnunarsjóði. Allt síðasta ár, að minnstakosti eftir mitt síðasta ár, búið að vera varnaðarorð meira segja frá meirihlutanum sjálfum og frá bæjarstjórn sjálfri koma bókanir þar sem talað mögulega forsendubresti, þar sem eru óvissutímar, en á sama tíma samt haldið áfram að þenja út. Það haldið áfram að vera í því að svona taka ákvarðanir sem munu til lengri tíma valda erfiðri og þyngri rekstri á sveitarfélagið. Og það virðist einhvern veginn vera ofboðslega viðkvæmt að við séum að sífellt að minnast á þetta, en það greinilega heyrist ekki nægilega vel í okkur af því að við höfum allavega því miður ekki við höfum ekki haft erindi sem erfiði að minnstakosti alltaf, vissulega hefur í sumum tilvikum verið tekið til okkar en því miður alltof sjaldan. En ég vil bara svona kannski aðeins vitna í orðræðu meirihlutans af því að það verið að tala þessar aðstæður og að þetta sé allt Herjólfi eða lífeyrisskuldbindingunum að kenna. Að þá finnst mér þetta dálítið eins og að ef við ímyndið ykkur einstakling sem ætlar að leggja upp í ferðalag. Hann á lítinn sætan bíl og að fara að vetralagi en vill ekki standa í vesinum að skella nagladekkjunum undir bílinn. En samt ertu ítrekka búin að vera að heyra í veðurfréttunum að það líklegt að verði hálka á veginum og að skyggni verði slæmt. Og samferðamenn þínir hafa jafnvel verið að óska eftir því að þú skellir nagladekkjunum undir en þú bara samferður að það sé algjör óþarfi. Og þú ferð af stað í ferðina og í raun vanbúin. Svo ertu komin upp á þjóðvegi í ferðalagið, það blindbylur og hálka á veginum og þegar þú líður svo á ferðina þá byrjar bíllinn að skrika í hálkunni. Ökumaðurinn missir stjórn á bílnum, hann rennur út í vegakant og lendir á kyrrstæðum bíl og skemmir og hugsanlega skaðar sjálfan sig eitthvað. En hann stígur út úr bílnum og kennir svo greiði kyrrstæða bílnum vesenið. Í staðan fyrir að ökumaðurinn hefði náttúrulega bara sjálfsagt að skella nagladekkjunum undir og búa sig betur undir ferðina. Og það málflutningurinn sem hefur verið og allavega hvað mig varðar að teiknin voru á lofti. Það ítrekað búið að vera þættir sem að benda til þess að þetta sé að fara á þennan veg en það vantar aðgerðir.
Það vantar aðgerðir til þess til að vinna á móti þeirri stöðu sem við stöndum fram fyrir í dag og ég ansi hrædd að því miður ef að það mun ekki koma til einhverja aðgerða til þess að vinna á móti þessari stöðu þá þegar við erum að fara að sjá næstu ár með þessari sömu aðferðafræði að þá verði þetta bara alltaf verri og verri staða og það eru mínar áhyggjur. En þetta ekki allan að hvað mig varðar einhver pólitísk afstæð. Ég held að þeir bæjarfulltrúar eða pólitísk afstæð eru auðvitað sannfæring og þeir bæjarfulltrúar sem hafa verið að sitja hér og á þessu kjörtímabili hafa auðvitað verið með slá ákveðin takt og það taktur ráðvendni og aðhalds og ábyrgðar en á sama tíma að reyna fyrir sem hagkvæmastan máta að veita sem besta þjónustu af því auðvitað viljum við veita góða þjónustu og það var til dæmis að með minni 2016 að þá var við umræðum ársreikninga það ár var verulega góð rekstrar niðurstaða og þá var einmitt tilefni til þess að skera niður og lækka gjaldskrár og fara í að leyfa íbúum að njóta afrakstursins. Það ofsalega erfitt að gera þegar þú ert ekki með neinu til að skipta. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta. Ég segi bara eins og ég sagði í byrjun, þetta eru vonbrigði þessi ársreikningur þrátt fyrir að útsvarstekjurnar voru yfir 200 milljónum meiri. Þrátt fyrir að sem betur fer var skerðing á jöfnunarsjóði ekki eins mikil og menn óttuðust. En þá erum við að sjá fram á sögulegt eins og bæjarfulltrúar Trausti kom inn á sögulega stöðu því miður neikvæða og ég ætla bara rétt að vona að þetta sé fyrsti og eini ársreikningurinn sem ég þarf að undirrita þar sem að hann sýnir hallarekstur. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég held að við séum búin að ná þeim áfanga. Flestir séu búin að tala tvisvar. Ég held að ég sé sá eini sem undanskilinn hafa ekki tekið til máls. Þannig að ég held að þessari umræðu sé bara að ljúka og ég fara að vinda mér í tölurnar. En svona rétt á undan því þá með leyfi varaforseta þá ætla ég nú bara að fá að taka undir með kollegum mínum í meirihlutanum í þessu. Okkur greinir því miður bara mikið á og það svo sem auðvelt að koma með ábendingar en við erum samt að fara í gegnum svolítið erfiða tíma og ég held að þetta sé nú ekki hægt að finna svona tímabil annað sem hægt að bera saman. Þannig að mér persónulega finnst þetta nú vera hálfgerður varnarsigur. Það ýmislegt sem á ekki koma neinum óvart með Herjólf og fleira. Nú, það var nú það mikið bjartsýni að það áttu nú ekki að þurfa neitt stofnfé í Herjólf á sínum tíma en þetta sýnir okkur kannski bara það að þetta erfitt og þetta hefur sett strik í reikningi þetta COVID með Herjólf fleira. Nú, ef ég hef ekki setið fund með endurskoðendunum í vikunni þá kannski væri ýmislegt svona sem að athyglisvert en mér finnst þetta ýmislegt athyglisvert í þessu hvað varðar það að þegar endurskoðendur eru búin að nefna það að reksturinn sé traustur og annað slíkt hjá Vestmannaeyjabæ, þeir fara nú yfir nokkur sveitarfélög í landinu þannig að ég ekki nokkru vafa með það að þeir eru nú ekki að gera okkur sérstaklega til geðs í meirihlutanum að segja að þetta sé traust og gott og annað slíkt þannig að það svona eitt og annað sem að maður hugsi yfir, það búið að karpa þetta með niðurfærslum og hlutafénu þannig að ég held ég sé ekki þreyta neitt á því að þetta svolítið orðið mikið endurtekið efni og rauninni hægt að tala sannlega í allt kvöld yfir því en ég segi þetta okkur greinir á og ég held að það mun ekkert breytast í kvöld með það hvort sem við tölum hér áfram þannig að ég held að þetta sé ágætt og í framhaldi því vindi ég mig þá bara í tölurnar og beri þetta svo undir atkvæði til seinni umræðu. Nú, það ársreikningur sjóða í A-hluta 2020, það afkoma fyrir fjármagnsliðið, hún neikvæð 156.231.000
Nú rekstrarafkoma ársins neikvæð 60.211.000 og niðurstaða efnahagsreiknings þá 12.405.835.000 og eigið fé 6.969.004.000. Nú ársreikningur fyrir Hafnarsjóð Vestmannaeyja 2020, það afkoma fyrir fjármagnsliðið, það 31.100.000. Rekstrarafkoma ársins 46.913.000. Niðurstaða efnahagsreiknings þá 2.149.554.000. Nú eigið fé þá 1.944.336.000. Ársreikningur félagslegra íbúða 2020, það afkoma fyrir fjármagnsliðið 19.606.000. Rekstrarafkoma ársins 9.636.000 og niðurstaða efnahagsreiknings þá 743.691.000 og það eigið fé neikvætt 70.431.000. Nú ársreikningur fráveitu Vestmannaeyja 2020, afkoma fyrir fjármagnsliðið 48.597.000. Rekstrarafkoma ársins 30.680.000 og niðurstaða efnahagsreiknings 706.602.000. Nú eigið fé 342.111.000. Þá ársreikningur dvalarheimilis Hraunbúða 2020, það afkoma fyrir fjármagnsliðið, hún neikvæð 93.142.000. Rekstrarafkoma ársins 0, niðurstaða efnahagsreiknings 252.994.000. Nú eigið fé 29.806.000. Nú það ársreikningur Vatnsveitu 2020, afkoma fyrir fjármagnsliðið 0. Rekstrarafkoma ársins 0, niðurstaða efnahagsreiknings 368 milljónir, eigið fé 0. Ársreikningur Vestmannaeyjaferðanna Herjólfs 2020, afkoma fyrir fjármagnsliðið, hún neikvæð 113.339.000. Nú rekstrarafkoma ársins jafnframt neikvæð 113.038.000 og niðurstaða efnahagsreiknings 148.118.000. Eigið fé neikvætt 5.011.000. Nú ársreikningur Náttúrustofu Suðurlands 2020, afkoma fyrir fjármagnsliðið 7.163.000. Rekstrarafkoma ársins 7.163.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 20.355.000 og eigið fé 19.293.000. Nú þetta eru þær tölur sem að finna í ársreikningi Vestmannaeyja og það þá næst á dagskrá að greiða atkvæði það að vísa þessum ársreikningi og stofnana hans fyrir árið 2020 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Íris Róbertsdóttir, já, nei eða sitja hjá? Já. Njáll Ragnarsson? Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir? Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir? Hildur Sólveig Sigurðardóttir með okkur? Afsakið, ég datt út, já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir segir já. Trausti Hjaltason? Já. Helga Kristín Kolbeins? Ég segi já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þetta samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Við ætlum þá í framhaldi að gera fundarhlé. Ég held að það veit ekki því að það sé svona 15 mínútur. Og við komum þá aftur hér 10 mínútur yfir 8. Við segjum fundarhlé. Jæja, þá býð ég ykkur bara velkomin aftur. Eins og svona venja að þá glímum við alltaf við smá tæknilega örðuleika. Það bara krefjandi verkefni alltaf, en klukkan 20:15 og við segjum fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja settan aftur eftir fundarhlé. Þetta fundur 1571, haldinn í Einarsstofu gegnum fjarfundabúnað. 15. apríl 2021 og hann hófst klukkan 18. Við erum búin að afgreiða fyrsta dagskrármál
á fundinum og tökum þá til dagskrá annað dagskrármál sem er umræður samgöngumál. Þannig að það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir, forseti. Ég ætla að fá að deila hérna með ykkur skjánum. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér finnst þetta góður tímapunktur fyrir að fara aðeins yfir mikilvægi góðra samgangna með Vestmannaeyjar. Hvernig staðan er hjá okkur, hvaða vonir og væntingar við höfum. Og við byrjum að sjálfsögðu á Herjólfi. Staðan er þannig að nýja skipið hefur reynst mjög vel og sjóhafni skipsins er vonum framar, að minnsta kosti með það hvað sumir héldu fram. Rafvæðingin á smíðatímanum var tekin ákvörðun að rafvæða ferjuna. Það verkefni til ég hafa verið farsælt, bæði út frá lægri rekstrarkostnaði og auk þess sem þetta var jákvætt og mikilvægt fordæmisgefandi grænt skref í 8 orkuskiptum. Og svo þetta hefur forræðið verið á okkar höndum, en eins og kom fram hér í umræðunum og undan, þá hafa erfiðleikar í rekstri vegna COVID-19 haft mikil áhrif á það, en eins og framkom líka að þá er komið nýr samningur og stjórn Herjólfs hefur gripið til hagræðingaraðgerða og við horfum bara björtum augum fram á veginn með rekstur skipsins. Aukin ferðatíðni kemur inn með ferjunni og Landeyjahöfn að sjálfsögðu. Áskorunnar og tækifærin sem eru framundan núna eru að við þurfum að huga að nýrri ferju eða ferjum. Það þarf að tryggja næga fjármuni til rekstursins og svo eru þetta það sem að varð svolítið eftir þegar ákveðið var að smíða þessa nýju ferju og Landeyjahöfn var byggð, að það gleymdist svolítið að huga að mannvirkjunum sjálfum. Mannvirkjunum, aðstöðunni eins og bílastæðum, biðstæðum, ekjubrú og fleira, svo til þess að þjónusta núverandi ferju. Og við höfum tekið þetta og ég hef rætt þetta bæði við samgönguráðherra og við vegamálastjóra að það sé nauðsynlegt að fara að huga að því og við sáum það hér sumarið 2019 þegar þessi nýja ferja var hálft sumar hjá okkur í rekstri að það var algjört ófremdar ástand á bryggjunum. Þannig að þessu þarf að huga og gera það með þeim hætti að góður bragur sé að. En til gamans að þá fengum við fyrsta Herjólf 1959, hann var hjá okkur í 17 ár. Herjólfur annar kom 1976, hann var hjá okkur í 16 ár. Herjólfur þriðji kom 1992, hann var hjá okkur í 27 ár og er enn við bryggju. Við fengum ekki nýtt skip fyrir 2019 en auðvitað átti að koma inn skip leið og Landeyjahöfn var tekin í notkun en eins og við vitum öll að þá var því slegið á frest vegna þess að það varð bankahrun. Þannig Íslenska ríkið þurfti að skera niður og við lentum í þeim niðurskurðarhnífi. En við viljum að sjálfsögðu ekki að þessi Herjólfur verði hér í 27 ár, heldur að þessi líftími sem talaður á þessum ferjum sé cirka 15 ár. En þá er það Landeyjahöfn sem hefur verið algjör bylting fyrir okkur. En eins og staðan er núna, þá er höfnin ekki tilbúin. Hún virkar ekki eins og lagt var upp með þegar það er ekki fært í hana nema í kringum 2,5 til tæpir 3. Það var lagt upp með að hún væri opin meira. En nýtingin hefur batnað, hún batnar með nýri ferju og meiri dýpkun. En það liggur fyrir forúttekt á úrbótum og framkvæmdum í Landeyjahöfn. En vandræðagangurinn við dýpkunina, þó svo okkur hafi tekist að eyða þessum dýpkunargluggum, er vegna þess að það eru vanbúin tæki sem dýpka við höfnina. Það eru oft ekki margir gluggar sem gefast til dýpkunar, en það verður að nýta þá vel og þau tæki sem hefur verið að nota eru ekki nógu góð. Og áskoranirnar og tækifæri framönda þar er að það þarf að klára þessa fullnaðarúttekt á höfninni til þess að við vitum hvernig sé hægt að bæta Landeyjahöfn. Tryggja þar fjármagn áfram til dýpkunarframkvæmda að því þegar lagt var að staði þetta verkefni þá átti að dýpka töluvert mikið minna en gert er í dag en til þess að halda höfninu opinni eins og hefur verið núna undanfarna 2 vetur að þá er höfnin opin hvað varðar dýpi. Fyrsta árið sem ég tók við sem bæjarstjóri að þá lokast höfnin í nóvember og þetta var nú tók ærin hluta af mínum tíma
og risastóra hluta af mínum tíma, fyrsta haustið og fyrsta veturinn. Höfnin lokast í nóvember, opnast ekki aftur fyrir fyrstu vikuna í maí. Við byggum ekki við þetta 2019 því höfnin lokaðist aldrei. Við byggum heldur og höfum ekki heldur búið við þetta núna 2020, þannig það eru gríðarlegar framfarir. En eins og ég sagði áðan, þá mun verða nýtt útboð á dýpkun og við þurfum öflugri skip. Og ég hef vilyrði frá Vegagerðinni fyrir því að við fáum að koma að þegar skilmálarnir verða ákveðinu fyrir það útboð. Af því það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að það eru afköstin og tækjabúnaðurinn. Tæknileg geta skiptir öllu máli við dýpkun í Landeyjahöfn. Og sjálfsögðu þau eru búin að fá út úr úttektinni og gera þetta, þá þurfum við að klára höfnina til að hún þjóni því hlutverki sem henni var ætlað var í upphafi ef að Landeyjahöfn á að vera okkar framtíðar samgöngumáti. Þessi mynd sett bara til gamans hérna. Rauðu svæðin eru þau svæði sem eru okkur erfið og þegar við lentum í smá brasi í haust með það að þurfti að sigla nokkra daga eftir flóðutöflu, þá er það vegna þess að það fór hérna haugur fyrir hafnaminnið og það er náttúrulega erfiðast og það er það sem að tala tækjabúnaðinn. Það er ekki margir dagar sem gefst til dýpkunar og þess vegna þarf að afkasta mjög vel á þeim dögum. En þá er það flugið milli lands og eyja sem er okkur mikilvægt. Það er ofboðslega mikilvægt að við höfum ekki bara sjósamgöngur, þó þær séu það sem að stór hluti fer með og langstæðsti hlutin. Það sannaðist þegar Ernir hætti að fljúga núna í byrjun september að það er mjög bagalegt og það er bara ekki hægt að við séum ekki með flugsamgöngur og því vorum við náttúrulega og hér væntanlega öll bæjarstjórnin gríðarlega þakklát fyrir það að samgönguráðherra kom inn með COVID-peninga að því ég var nú tíðrætt hérna áðan COVID hafði allavega þau áhrif að Ernir hætti að fljúga og samgönguráðuneyti kom inn með greiðslur fyrir þessum 2 flugum sem eru og tryggir það að það sé flogið til Vestmannaeyja þó að það sé ekki á markaðslegum forsendum. En þetta hefur verið erfiður rekstur. Það er 6 flugfélög verið í áætlun á síðastliðnum 18 árum. Þannig það segir svolítið til hvernig hlutirnir eru. En ferðatíðnin, eins og ég fór yfir áðan, er náttúrulega mjög lítil, 2 ferðir. Þessi núverandi tíðni, en framundan er meiri ferðatíðni og núna í lok mánaðarins verður mikil breyting á og þá mun, hérna er ég með mynda AirConnect, að því ég fann ekki hérna innanlandsflugvélarnar með Icelandair merkinu. Icelandair er náttúrulega farin að fljúga hérna núna, AirConnect er búið að renna inn í það, þannig við erum komin inn í gríðarlega spennandi þátt, þannig við erum inn í bókunarkerfi Icelandair allan heim, sem að eykur möguleikana gríðarlega hjá fluginu. Loftbrúin, skoska leiðin, hún á að hjálpa. Og núna á þessu ári eiga allir 3 ferðir, 6 leggi gegn loftbrúna sem er 40% afsláttur af flugfargjaldi og vonandi bara verður góð nýting á því hér í eyjum eins og annars staðar. Sjúkraflugið er eitthvað sem við þurfum að fara yfir. Sjúkraflugið er allt komið til Akureyrar og viðbragðstíminn er algjörlega óafsættanlegur fyrir okkur. Isavia, það var upp í fótur og fit á árinu 2020 gagnvart Isavia. Það var ákveðin rekstraróvissa með Vestmannaeyjaflugvöll en það er að breytast þegar nýr aðili kemur og ætlar að fljúga og við viljum náttúrulega alls ekki hafa rekstraróvissu flugvöllin okkar af því það er náttúrulega aldrei hægt að minnka opnunartímann á honum af því hann er líka okkar öryggistæki. En aftur á móti er óvissan algjörlega óþolandi varðandi Reykjavíkurflugvöll af því það virðist nú vera sagan endalausa það hvernig Reykjavíkurborg hagar sér gagnvart því að bóla flugvöllunum í burtu þrátt fyrir að vera búin að skrifa undir samninga annað. En svo hefur Bakkaflugvöllur verið okkur mikilvægur í gegnum tíðina en núna nýtist hann nánast eingöngu til kennslu og útsýnisflugs en það er mikilvægt að honum verði haldið við vegna þess að hann er ákveðin tenging við okkur. Og áskoranirnar og tækifærin í fluginu eru að við þurfum að tryggja áfram fjármuni til að halda flugvöllinum opnum og með fullri þjónustu. Flug á markaðsforsendum er eitthvað sem við viljum og vonum svo sannarlega að gangi upp. Tryggja þar tilveru Reykjavíkurflugvallar og þar finnst mér að sveitarfélög á landsbyggðinni gætu staðið betur saman og við gætum staðið betur bara þá með ráðuneytinu gegn því að eitthvað eitt sveitarfélag geti ákveðið að byggja svo mikið í kringum flugvöllina að það sé ekki hægt að nota. Og svo er þetta með sjúkravélina. Sjúkraþyrla í Vestmannaeyjum helst allt árið eða þá í Vestmannaeyjum á veturnar og Suðurland á sumrin skiptir máli fyrir okkur og þetta verkefni var náttúrulega í burðarliðnum en
Það var heimsfaraldurinn, það var COVID sem sló þetta verkefni út af borðinu, eins og svo mörg önnur og hefur áhrif á mörgum stöðum. Ég myndi vilja að ferðum yrði bætt í loftbrúna, þannig að fólk geti fengið meira en 6 leggi, þannig að þetta væri raunverulegar almenningssamgöngur, að því það er það sem kemur alltaf fram í öllum könnunum flugið, er að þegar þú ræðir flugið þá setur fólkið kostnað fyrir sig. Og þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur á landsbyggðinni að hafa þetta flug. Og svo það náttúrulega framtíðin sem er ofboðslega spennandi, sem eru rafmagnsflugvélar. Og árið 2030 stefnir Icelandair á það að taka rafmagnsflugvélar í notkun, 19 sæta rafmagnsflugvélar sem ekki með nema 25%, sem sagt 75% lægri rekstrar- og viðhaldskostnað, sem að þýðir það að það hægt að fljúga örar og jafnvel vera með þetta á flugið á fleiri stöðum. Þannig rafmagnsflugvélar eru framtíðin sem er náttúrulega ofboðslega spennandi. Og svo var náttúrulega ánægjulegt að fá þá hérna frá Isavia til okkar á aðalfund innanlandspartinum af Isavia og það sem okkur var kynnt starfsemin og svo auðvitað þegar við skiluðum inn umsögn samgönguáætlun þá óskuðum við eftir tilflutningi á framkvæmdum á flugvellinum. Það átti að leggja klæðningu á brautirnar 2022 og 2023 en við fengum því flýtt til 2021 og 2022. Þannig það var einstaklega jákvætt. Það eru spennandi tækifæri í fluginu en það eru líka miklar áskoranir. Þessi glæra er svolítið skemmtileg að því að hérna sjáið þið að árið 1999 voru fleiri farþegar sem komu fljúgandi til Vestmannaeyja heldur með Herjólfi. Það voru tæplega 90.000 flugfarþegar en þeir voru ekki nema rétt rúmlega 70.000 farþegarnir með Herjólfi það ár. Og bæði 89 og 90 þá er flugið með fleiri farþega heldur en Herjólfur. En þið sjáið það verður breyting, Flugfélag Íslands hættir að fljúga í október 2001. Það ákveðin fjölgun ferða með Herjólfi sem verður hérna á þessum tíma í Þorlákshöfn, Herjólfur sigla hér í Þorlákshöfn, en á þessum tíma þá nær Bakkaflugið hámarki. Þegar Flugfélag Íslands hættir að fljúga þá voru mörg flugfélög sem fljúga á þessu tímabili, en Bakkaflugið nær hér hæstu hæðum og fer í tæplega 30.000 farþega á þessum árum frá 2001 til 2009 og svo minnkar það nú aðeins hérna að því að 2008 og 2009 ferðum með Herjólfi þegar ákveðir að fara í Landeyjahöfn þá aðeins bætt í ferðir með Herjólfi í Þorlákshöfn og það sést að það byrjar að hækka aðeins hérna örlítið. En með tilkomu Landeyjahafnar þá strikið bara beint upp, bláa línan Herjólfur, gula línan hérna bæði farþega með flugi og Herjólfi og það verður alveg gríðarleg breyting. Og Flugfélag Íslands hættir að fljúga hérna 2010 og Flugfélag Vestmannaeyja hættir líka Bakkaflugi. Ernir koma hér inn en flugið nær sér bara ekki á strik og svo fer það náttúrulega endalega hérna niður í COVID-inu. En við horfum til þess að við getum náð því aftur. En leið og Bakkaflug hættir að það náttúrulega dettur Bakkaflugið líka alveg niður hérna. En þið sjáu hvernig Herjólfur hann fer bara beint upp. Hann fer frá 2009 þar sem voru 130.000 farþegar, í 2011 í 260.000 farþega. Þetta náttúrulega bara bein lína upp og svo heldur þetta áfram að fara upp í tæplega 356.000 farþega hérna 2019 og svo förum við, og þá með fluginu þá eru tæplega 370.000 farþegar sem koma til Vestmannaeyja. En hérna hefur aldrei verið fleiri farþegar með Herjólfi heldur en 2019 eftir að nýja ferjan kemur inn. En svo fellur þetta allt á síðasta ári sem skýrir auðvitað Ticket Up Herjól sem okkur búið að vera tíðrætt hérna. Að farþegafjöldinn hrynur alveg. En við förum samt ekki neðar heldur en bara cirka það sem við vorum 2011. Þannig við vorum bara komin í hæstu hæðir hérna, miðað við það sem við vorum 2011 en ætlum okkur auðvitað töluvert ofar. En þetta var nú bara sett inn svona aðeins til fróðleiks og ég hérna með aðra glæru. Þetta eru farþegaflutningar milli lands og eyja og þið sjáið hérna tíman fyrsta partinn frá 95 til 2000, þá flugið að hafa vinninginn nánast við með Herjólfi. Með Herjólf, svona rauðusúlurnar eru flugið, þannig að Vestmannaeyjaflugvöllur að flytja flest árin fleiri farþega heldur en Herjólfur til Vestmannaeyja.
En svo verður breyting á, hér fjölgar ferðum og það verður svona 30-70 skipting cirka á þessu tímabili frá 2001 til 2009. En svo með tilkomi Landeyjahafnar þá verður algjör umpólun og þið sjáið að langflestir koma í gegnum Landeyjahöfn, en eins og við ræddum á þessum aðalfundi hjá Isavia þá eru gríðarleg tækifæri í fluginu og inn í þessum tölum eru bara mjög fáir ferðamenn. Flugið virðist ekki vera ferðamáti sem ferðamenn annarkvort viti ekki af eða ekki að velja sér og þar liggja tækifærin og þar eru þetta hluta tækifærin sem Icelandair sér fyrir sér hér í Eyjum. En göng milli lands og Eyja. Staðan þannig að frændur okkar Færeyingar eru stórhuga. Austureyjagöngin eru 11,2 km, Sandeyjagöngin eru 10,8 og Suðureyjagöngin eru 26. Það eru göng sem á eftir að fara í, undirbúningurinn hafinn á þeim og stefnt að þau verið tilbúin 2030 og það áætlað að þau kosti milli 60 til 80 milljarða íslenskra króna. En Vestmannaeyjagöng væri öllu líkindum 18 km. Og árið 2007, þegar tekin ákvörðun að byggja Landeyjahöfn, þá var verkfræðistofa Sigurðar Thórarsen sem var látin gera mat á kostnaði á gerð jarðganga milli Vestmannaeyja og lands og þótti á þeim tíma í ljósi mikil kostnaðar og óvissu jarðfræðilega aðstæður við gerð jarðganga öll áform slíka gerð gangana lögð til hliðar á hilluna. Ekki hætt við þau, heldur lögð til hliðar. En þá var auðvitað farið í Landeyjahöfn sem við erum bara gríðarlega ánægð með og fengum 2010. En núna þurfum við að fara að huga því hvað ætlum við að gera eftir 15 ár. Hvað ætlum við að gera þegar þessi Herjólfur komin á tíma? Hvað ætlum við að gera þegar við erum farin að sjá það? Hvað verður kemur út úr skýrslunni? Hvernig hægt að bæta Landeyjahöfn? Við þurfum að hafa hvað þetta að gera fyrir Landeyjahöfn og hvort það sé hægt að gera göng á borðinu þegar við tökum þessar ákvarðanir. Þess vegna þurfum við að koma umræðin á stað. Það þarf að klára könnun á hagkvæmni jarðgangagerðar milli lands og Eyja og það þarf að svara framkvæmdin framkvæmanleg, eru göng til Eyja fjárhagslega hagkvæm. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og þess vegna létum við fulltrúar EOH-lista fylgja tillögu með gögnum bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar minnihlutans væntanlega og ætla sér að taka þátt í því með okkur að við þurfum að koma þess á stað. Og þetta bara þessi úttekt sem gerðar á sínum tíma, þá var talað að göngin ætti að kosta 52 til 80 milljarða og það 2007. Það rosalega margt búið að gerast í þessari gangagerð, það eru til botngöng, flotgöng, þessi jarðgöng svokölluð sem eru boruð og það örugglega til eitthvað miklu meira sem ég þekki ekki. Þannig það gríðarlega mikilvægt að við förum í það að þessi umræða sé tekin aftur og farið í gegnum þessa kosti. Og svo get ég ekki sleppt því að samgöngunar okkar að hluta auðvitað í gegnum stórskipahöfn. Höfnin lífæðin okkar, við erum með 10-14% kvótans í Eyjum eftir því hvernig uppsjávar fiskurum háttað hérna og kvótaúthlutunum þar. Millilandaskipin koma hingað frá Eimskip og Samskip og við erum næsta höfn við Evrópu og í því felast tækifæri. En það eru takmarkanir stærðir, gámaskip og skemmtiferðaskip geta hámarki verið 140 metra lengd. Og þetta hlutur sem búin að vera í gangi mjög lengi og ég satt að segja hélt að væri komið miklu lengra vegna þess að þegar ég sitt í framkvæmd á Hafnaráði 2010 til 2014 þá vorum við að vinna með 3 útgáfur en það var einhvern veginn það var hugsað stórskipahöfn utan Eiðins, það var svona það sem var niðurstaðan en það í rauninni ekkert lengra komið heldur en að það hjá Vegagerðinni í könnun, það þarf að fara í ákveðnar kannanir og prófanir til þess að geta haldið áfram með þessa hugmynd en við þurfum klárlega að hefja þennan undirbúning og fara í gegnum þetta og svo þurfum við auðvitað að huga því að til þess að geta sinnt öllum okkar verkefnum að þá kemur að því á komandi árum að það að huga nýjum lóðspát. En niðurstaðan sem sagt að það mikil tækifæri með áreiðanlegri og stöðugri samgöngur fyrir okkur hér. Innviðafjárfesting mikilvæg fyrir okkur en svo þetta alltaf spurning einkaframtak og þar komum við að göngunum. Þau hafa náttúrulega verið gerð með einkaframtaki víðsvegar landið. En ábótin af göngunum getur verið fleiri ferðamenn með auknu aðgengi, jákvæð íbúaþróun
og óvissuna atvinnulífs minnkar og ný tækifæri skapast svo sem í framleiðslu og þjónustu. Tryggar og tíðari samgöngur þýða stærra vinnusóknarsvæði, hefja þarf umræðuna þessar framtíðarsamgöngur, en ég veit að við öll lítum björtum augum til framtíðar. Og hér sjáum við þessar gríðarlega fallegu myndir frá okkar frábæru eyju og ég þakka fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbsdóttir. Þessu fylgir örstutt innbókun. Bæjarstjóri fór yfir stöðu og framtíð sem samgangna við Vestmannaeyjar, meðal annars stöðu samgangna og sjó, áskorun og tækifæri, Landeyjahöfn, stöðu flugsamgangna og áskorun og tækifæri tengjast fluginu, þróun farþegaflutninga milli lands og eyja, göng og almenna framtíðarsýn í samgöngum Vestmannaeyja. En það Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja því að þakka bæjarstjóra fyrir svo góðu og mjög svo áhugaverðu yfirferð. Ég ætla að fá að lesa upp tillögu sem send var út með gögnum fyrir fundinn og minnihlutinn hefur óskað eftir að fá að taka undir hana. Bæjarstjórn Vestmannaeyja telur mikilvægt að horfa til framtíðar í samgöngumálum við Vestmannaeyjar og allir mögulegi kostir kannaðir. Ljúka þarf að fullu úttekt á Landeyjahöfn og fullkanna möguleikann á göngum milli lands og eyja. Bæjarstjórn skorar því á samgönguráðherra og aðra þingmenn kjördæmisins að greiða leið þess að ráðist verði í viðeigandi rannsóknir og hagkvæmnismat á því hvort göng sé raunhæfur kostur. Tækni, þróun og þekking hefur aukist frá því opinber umræða göng milli lands og eyja átti sér stað árið 2007 þegar þau voru slegin út á borðinu. Því mikilvægt að fá úr því skorið hvort rannsóknir nú leiði af sér aðra niðurstöðu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Þakka fyrir forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þakka bæjarstjóra fyrir þessa skemmtilegu yfirferð. Það alltaf gaman að ræða samgöngumál og að setja við fram á svona skemmtilegan máta, myndrænan, og það er bara mjög gaman að fá svona örkynningar og eitthvað kannski sem við ættum að reyna að gera jafnvel oftar. Það er veitir manni innblástur og þó að þetta séu tölur og hlutir sem maður þekkir og hefur séð kannski margt áður, þá er það samt gaman að sjá þetta svona sett fram myndrænt. Bara taka undir allt sem að hefur komið fram í raun og veru og ég er bara sammála. Bara tek heilsugar undir þessa tillögu, mér finnst hún vera fín og ég held að þetta sé líka ágætis tímapunktur til þess að við gefum svona frá okkur. Við vorum í baráttunni fyrir nýrri ferju og að fá fjármagn í nýja ferju. Við vorum alltaf að reyna að halda fókus og halda þrýsting og það truflaði þann fókus þegar við fórum að ræða þvers og kruss og þess vegna var rosalega mikilvægt að bæjarstjórn var alltaf einhuga í samgöngumálum og ég held alveg sama hvort það er þessari bæjarstjórn eða þeirri fyrri eða í framtíðinni, þá held ég að sé alltaf farsælla og jafnvel meiri þungi heldur en fólk gerir sér almennt grein fyrir að bæjarfulltrúar séu samstiga og einhuga þegar við erum að krefja ríkið eitthvað. Ríkisstjórnir fara og koma og þessi hagsmunamál sem við erum að berast fyrir henni eyjum eiga ekki að þurfa að vera í einhverjum flokkspólitískum línum. Við viljum öll fá betri samgöngur og það er gaman að sjá í þessu myndriti hvað aukin ferðatíðni Herjólfs eins og til dæmis í Þorlákshöfn á gömlu ferjunni hafði áhrif á farþegaaukningu með skipinu og það er líka gaman að sjá hvað nýja ferjan og líka þá ferðatíðnin sem að jókst með nýru ferju hafði áhrif og maður svona fyllist, ég er nú bjartsýnn maður en ég fyllist einhvern veginn enn meiri bjartsýni að sjá þetta svona og ég er alveg viss að það er ekki mjög langt þangað til að við höfum eftir að sjá
sjá hérna farþegafjöldan fara yfir 400.000. Ég held að sé fullt á ónýttum tækifærum í þessu og ég held að samfélagsmiðlar og aðrir svona miðlar, nútíma miðlar hjálpi okkur, það sem við eigum svo gullfallega eyju sem að vekur athygli og það er til dæmis gaman að segja frá því að Davíð í tölvun, ég held að það sé nú ekkert leyndarmál, Davíð í tölvun sendi okkur hérna upplýsingar með vefmyndavél sem að er búið að setja upp sem að er aðgengilega á veraldavefnum sem að sýnir eyjun okkar og er komin upp í einhverjum 2 milljón áhorf á stuttum tíma sem er auðvitað bara góð auglýsing fyrir eyjun okkar og þannig að það er mjög mikið af svona skemmtilegum og spennandi hlutum að gerast og það er mjög áhugavert að heyra þetta með rekstrarhagræðinguna við að taka upp rafmagnsflugvél og að rekstrarkostnaðurinn geti dregið saman 75% er auðvitað svakalegt vegna þess að ég hugsa að verðið sé eitt af því sem hefur töluverð áhrif hvort fólk velji Herjólf eða flugið en auðvitað hefur ferðatíðnin spilar inn í og mér hlakkar til að sjá hvaða áhrif það hefur að þegar flugfélagið fyrir að fljúga núna 2 ferðir á dag, hvort að það hafi ekki góð áhrif á farþegafjöldan, hvort að hann mun ekki vaxa svolítið vel í fluginu og eins eigum við svolítið eftir að sjá þessa skosku leið koma inn og þessi afsláttur sem að fólk getur náð sér í og það er auðvitað eitthvað sem að ég hvet alla til þess að kynna sér vegna þess að það er svo sannarlega töluverðir peningar að seilast eftir þar í afslátt þannig að vonandi er þetta eitthvað sem að hjálpar fluginu að vaxa sem að en nú kannski svona sorglega hliðin á þessari kynningu hvað flugið hefur minnkað rosalega áþreifanlega farþegafjöldin flugvöllin okkar sem er svo mikið öryggistæki og er svo mikilvægt fyrir okkur í ferðaþjónustunni líka þannig að þar eru vissulega vannýtt tækifæri og þannig að ég bara tek undir þetta og sama með stórskipahöfn og áskoranir niður á höfn það er klárlega eitt af því sem að er ógn við atvinnulífið hérna, það er að við getum ekki tekið á móti þessum stærri skipum, skip að stækka af skipafélögum annað og það er bara augljóst að það þarf eitthvað að breytast í þeim efnum og að þetta er orðið mjög áþreifanleg ógn og ein af kannski svona stóru ógnunum í samfélaginu okkar í dag og eitthvað sem við þurfum að setja meiri fókus á og kannski bara svona til bæjarfulltrúa að það er þessi fókus sem skiptir svo miklu máli að við séum ekki að tala þvers og kruss í þessu og að við séum með réttan fókus á réttum tíma. Ég held að það sé ágætt núna að taka gangnumræðan og svo eigum við að setja fullan kraft í að fá í gang umræðu smíði á nýrri ferju og ég er sammála því að það geti jafnvel þurft ferjur og væri gaman að sjá, ég er alveg viss að við höfum eftir að sjá aðra minni ferju sem siglir á móti þessari sem að getur þá farið jafnvel oftar og í erfiðari aðstæðum og það væri gaman líka að fá umræðuna aðeins það hjá bæjarfulltrúum hvernig þeir sjá það fyrir sér en bara þakka fyrir þetta innlegg frá bæjarstjóra. Já, ég þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir orðið er laust undir þessum öðrum dagskrárlið umræðum samgöngumál. Það er eflaust eitthvað sem brennur á bæjarfulltrúum í þessu. Þetta er málefni sem við tölum reglulega og bara þarft að þessi samantekt sem að Íris Ómarsdóttir bæjarstjóri var með. Virkilega gott og það er Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti. Ég vænti þess að heyrir í mér, mátt kinka kolli ef þú heyrir í mér, það væri mjög almennilegt, takk fyrir það. Já, ég held að þetta sé mjög tímabær til að við þurfum að vera á tánum þegar í því sem snýr að samgöngumálum. Bæjarstjóri fór hér mjög vel yfir þróun í farþegatölum til Vestmannaeyja og það eru þessi stóru stökk sem að koma inn, það eru fjölgun ferða í Herjólf, þann gamla opnun Landeyjahafnar og svo þessi gríðarlega góða ferðatíðni sem við búum við í dag og ég held að svona ef að við horfum meira heldur en svona í hinna nánustu framtíð, ef við horfum 30, 50, 100 ár fram í tíman að þá held ég að það verði alltaf þjóðhagslega hagkvæmt að grafa göng eða leggja göng milli lands og eyja. Ég held að það sé ekkert hægt að horfa neitt öðruvísi á það. Það er náttúrulega gríðarlega kostnaðarsamt
að fara í slíkar framkvæmdir. En það hefur líka verið talað það að það næst alls konar sparnaður á móti. Við erum þá ekki að fjárfesta í nýrri ferju, ný ferja sem kostar 3-4-5 milljarða á kannski 10 ára fresti. Þannig að þar sparast, getum við sagt, hálfur milljarður á ári. Og ef við erum ekki þurfum ekki að vera að dýpka í landi, þá sparast eitthvað það. Það eru hafnarmannvirki og annað sem að koma á móti og fyrir utan það náttúrulega að ég held að það að fá hérna göng á milli lands og eyja, það mun líka bara auka ferðalög fólks og ferðir og laða að sér fleira fólk til þess að koma hérna og heimsækja okkur. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega orðið tímabært að við förum að svona banka á dyrnar og segja að þetta sé framtíðarlausnin sem að við sjáum fyrir okkur og því fagna ég því mjög að hérna bæjarstjórn ætli að vera einhuga þetta því að eins og hefur verið bent hérna á að þá erum við ju alltaf í þessum samgöngumálum höfum við alltaf verið sem ein heild og það er mjög vel. Varðandi stórskipahöfnina að þá hef ég nú svo sem haft svona ákveðnar skoðanir á því og ég held að það sé hægt að leysa þau mál ágætlega með því að grafa hingað jarðgöng. Ég veit ekki hvort að það sé hreinlega forsvaranlegt að koma stórskipahöfn í Vestmannaeyjum, það þarf þá bara að koma í ljós. En allavega þá myndi ég segja að stærsta stórskipahöfnin í Vestmannaeyjum væru jarðgöng til Vestmannaeyja. Og ég bara veit að þetta ég er kannski einn þessa skoðun. En ef við getum komið hérna á tengingu, beina tengingu sem er algjörlega hömlulaus eins og jarðgöng væru, þá erum við náttúrulega komin með allt annað fyrirkomulag hér í Vestmannaeyjum. Og þá erum við að umbylta öllu hér í samfélaginu hvað varðar samgöngumál. En ég ætla svo sem ekkert að fara nánar út í þetta eða segja meira þetta, en ég bara fagna því að þessi tillaga sé komið fram og vegna þess eins og ég segi, við þurfum að fara að banka á dyrnar. Já, takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Það var að Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, það er hérna bara virkilega, ég vil taka undir þakkir til bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð, virkilega skemmtileg yfirferð og ég held að líka við sem sitjum hérna í nútíðinni bæjarfulltrúar sem eru að karpa og leggja til bókanir og annað, við eigum það stundum til að gleyma því að við erum í rauninni að skrásetja samtímasöguna og það að hafa til dæmis eins og með fundagögnum svona kynningu að þetta er alveg, það eru verðmæti í því svona til framtíðar fyrir framtíðarkynslóðir að skoða og sjá hvaða aðstæður við vorum að kljást á sínum tíma. Það sem er algjörlega hárrétt er að við þurfum náttúrulega að halda alltaf áfram í þessari stöðugu baráttu. Og þó svo við séum auðvitað gríðarlega ánægð með hversu aukin ferðatíðni og meiri nýting er af Landeyjahöfn og líkt að kom fram í máli bæjarstjóra að þrátt fyrir svona ákveðin hræðslu áróður með þessa ferju og notkunarmöguleika hennar að þá eru sem betur fer ekki að sjá það raungerast og við erum að sjá sannarlega tækifærin í því og við vissum það alveg leið að þessi ferja væri komin að þá væri næsta skrefið að við þyrftum klárlega að fara að huga að næstu ferju sem myndi annaðhvort leysa þessa af eða koma einmitt á móti henni og við sjáum náttúrulega líka fram á eins og hefur verið að koma fyrir í öðrum sveitarfélögum eins og á Breiðafirði þar sem að þeir eru að notast við algjörlega skip sem er ekki að uppfylla þær kröfur sem þeir íbúar þar að gera og við vitum að þeir hafa þurft að hlaupa undir baka með okkur að auðvitað væri ákjósanlegt að það væri einhver varaferja sem að leysir þessi skip af og við vitum það að Herjólfur sem að við eldri sem að við höfum náttúrulega verið að notfæra okkur sem betur fer að verið ennþá til staðar að þá er hann að eldast og verður auðvitað ekki betri með hverju árinu sem líður þannig að það er klárlega eitthvað sem þarf að gera. Og auðvitað er ekkert hægt að klára þessar gangnaumræður öðruvísi en að klára þessar
þessar rannsóknir og ég er þess alveg fullviss að þær ætti ekkert að koma illa út og ég bind bara mikla vonir við þær og ég er eiginlega alveg viss að ef að ráðamönnum á þeim tíma þegar áður við fórum í Landeyjahafnarfjörð eða ef að þeim hefur verið boðið að klára göngin og leggja jafnvel af stað í þau þá hugsa ég að það hefði ekkert endilega það hefði ekkert hugnast það illa því ég hugsa á endanum að þá er þetta gríðarlega fjármunir sem er að fara bæði í rekstur ferjunnar sem er að fara í dýpkunarskipin sem er að fara í viðhald og annað slíkt að þá er náttúrulega gríðarlega margt sem að mun klárlega vera virðisaukandi fyrir þessa framkvæmd og væri bara spennandi að sjá hvernig þau mál þróast. Þannig að ég styð við í hjá Sjálfstæðisflokknum tökum að sjálfsögðu undir þetta og styðjum þetta heils hugar og munum gera það sem við getum til þess að þoka þessu áfram. Ég vildi kannski aðeins leira þetta sem kom fram í máli hjá Bævildur og Trausta Hjaltasyni varðandi myndavélina hans Davíðs. Þegar hann talaði eins og við fiskhellana, þetta er Google Street View vélin hans. Hún er að fá gríðarlega mikla athygli og það er víst eitthvað sem er að færast meira í aukana einhver svona fjarferðaþjónusta og maður hefur séð ferðaþjónustuna meira sem vera að auglýsa fjarferði til Krítar og á hina þessa staði, þannig að það eru þetta víða tækifæri en svo fagna ég því líka að sjá sjúkraflugi þarna inni að þó að þessi hluta heilbrigðisþjónustunni þá er þetta klárlega hluta af eðlilega af okkur samgöngum og við þurfum að halda áfram að pressa þetta alveg áfram og það ég persónulega og ég veit að aðrir hér í bæjarstjórn munu leggjast á árarnar þungt með því að tryggja það mál verði komið fljótt til lykta. Herðu, þá vil ég bara enn og aftur þakka fyrir umræðuna. Þetta er bara búið að vera gagnlegt. Takk. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það eru kannski fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið, annars held ég að þetta sé orðin bara ágætis yfirferð. Það er næg verkefni framundan og hver mættu vera að koma lengra, jafnvel. En svona er þetta bara stundum. Þannig ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið, þá bara berum við þessa tillögu undir atkvæði bæjarfulltrúa. Bæjarfulltrúar sem eru því samþykki segja þá já, nei eða sitji hjá. Þannig að við getum klárað þennan dagskrárlið. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Jarl Ragnarsson. Það er já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það er þá ég sjálfur Elís Jónsson sem segi já, þannig að þessi tillaga er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Ljúkum þá þessum öðrum dagskrárlið bæjarstjórnar og förum í 3. dagskrárlið. 3. dagskrárlið er í kosning í ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 22. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyja bæjar. Nú, það er niðurstaða samkvæmt samkvæmt bæjarmálasamþykktinni, það er fyrsti töluður D-liðar 42. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyja bæjar. Fundarskor bæjarstjórnar skipa bæjarstjórn aðal- og varamenn samkvæmt samþykktu félagsins og bæjarstjórn skipar eftirtalda einstaklinga í stjórn Herjólfs ohf. Það eru aðalmenn Arnór Pétursson, Guðlaugur Friðþórsson, Agnes Einarsdóttir, Páll Guðmundsson, Arndís Bára Ingimarsdóttir og varamenn Anita Jóhannsdóttir og Birna Vító Þórsdóttir. Vil bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu? Það virðist ekki vera. Þetta er sama stjórn og verið hefur, þannig að ég held að það sé farsælt í þessu sem þessi stjórn er búin að vera að takast á við. Þeir bæjarfulltrúar þá sem eru því samþykkir segja já eða nei, það er sitji hjá. Það er Helga Kristín Kolbeins. Já. Trausti Hjaltason.
Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Njáll Ragnarsson, Já. Íris Róbertsdóttir. Já. Ég sjálfur segi já, þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Ljúkum þá 3. dagskrárlið, tökum til dagskrár 4. dagskrárlið. 4. dagskrárliður er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 343. Og það er beint til bæjarstjórnar að afgreiða og staðfesta lið númer 1 í þeirri fundargerð sem er deiliskipulag athafnasvæði AT3 við flugvöll. Og þetta er bókað í ráðinu, tekið fyrir tillaga nýju deiliskipulagi athafnasvæði AT3 við flugvöll. Tillagan gerir ráð fyrir lóðum og byggingareitum fyrir blanda atvinnustarfsemi með það að leiðarljósi að fjölbreytt starfsemi verði á svæðinu. Skipulagið er unnið að skipulagshönnuðum Alta EHF fyrir Vestmannaeyjabæ. Niðurstaða skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og vísar þessu til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu? Það heyrist mér ekki. Þá tökum við hana bara til atkvæða eins og áður. Það er Helga Kristín Kolbeins. Já. Trausti Hjaltason. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Íris Róbertsdóttir. Já. Og ég sjálfur segi já. Þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Og eins og kom fram í upphafi fundar að þá er búið að falla frá umræðum lið númer 13. Og þá er það bara liðir 2-14 í þessum dagskrárlið bæjarstjórnar sem liggja fyrir til kynningar og þarna ekki frekari samþykkis. Þannig að við ljúkum 4. dagskrárlið þannig. Nú 5. dagskrárliður er fjölskyldu og tómstundir á fundur 261. Það er búið að óska eftir umræðum lið númer 1. Það var hraunbúðir. Þannig að það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Elís, við föllum frá umræðum í þessum lið, tökum þetta bara undir bæjarráði. Það er svona meira upplýsandi að taka þetta bara inn þar. Nei, það má tekið. Það verður fallið frá umræðum lið númer 1 sem er hraunbúðir. Þannig að þessir liðir, jafnvel þó það sé til umræðu, þá er þetta bara til kynningar þessi liðir allir saman. Þannig að það þarfnast ekki frekari afgreiðslu bæjarstjórnar. Nú 7. dagskrárliður, það er liður 1 sem liggur fyrir til kynningar, þarfnast ekki frekari samþykkis bæjarstjórnar og það var 7. dagskrárliður sem er fræðsluráð og það er jafnframt liðir sem þarfnast ekki frekari staðfestingar á því. Nú 8. dagskrárliðurinn er þá bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3152 frá því fyrir í dag. Nú fyrsta dagskrárlið erum við búin að, eða fyrsta lið þessara fundargerð erum við búin að ræða undir fyrsta dagskrárlið bæjarstjórnar, þannig að það vísast þar í, en aðrir liðir liggja til kynningar og umræðu ef bæjarfulltrúar óska eftir því, þannig að ég geri það fyrir að Hildur Sólveig Sigurðardóttir vilji taka til máls undir þessum lið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Fyrirgefðu Elís, viltu endurtaka hvar við erum í fundargerðinni? Við erum í 8. dagskrárlið sem er bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3152. Þetta er jafnframt síðasti dagskrárliður bæjarstjórnar Vestmannaeyja í kvöld. Þessi lið var tekin inn með afbrigðum upp á fundar. Nú liður 1 í þessari fundargerð fjallaði ásetning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2020 og var mál númer 1 á dagskrá bæjarstjórnar og vísast í þá umræðu. Nú aðri liðir 24 liggja fyrir til kynningar og jafnframt umræðu. Nú
svona upprifjun fyrir þá bæjarfulltrúa sem sátu ekki þann fund, að það var málefni 2 var það er málefni Hraunbúða sem var rætt í bæjarráði í dag, 3 er rekstur kvikmyndahússins eða Eyjabíó í Kviku og 4. dagskrárliðurinn frá bæjarráði í dag var trúnaðarmál sem lög voru fyrir bæjarráð, þannig að það er ekki hægt að ræða það mikið hér, en málefni Hraunbúða og Eyjabíó væntanlega. Þannig að Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, við óskum eftir umræðu Hraunbúður undir fjölskyldu- og tómstundaráði. Það var í rauninni þar sem að þar kom fram bókum varðandi dagdvölina og það var í verið að bóka eins og við höfum svo sem gert áður í bæjarráði, þar sem var verið að óska eftir að dagdvölin héldist hjá Vestmannaeyjabæ. Nú það var bara svona allavega minn skilningur á málinu var sá að HSU hefði tekið þann yfir, en mér skilst miðað við greinilega niðurstöðu bæjarráðs að þá hefur það mál þróast eitthvað betur. Það hefur bara skal ég segja þér ekki fengið upplýsingar um það, þannig að það var bara fínt að ég fékk símtal frá bæjarstjóranum í dag þar sem hún fór yfir þetta og var kannski bara einmitt ágætt að fara yfir svona framvinduna og bæði áhrifina af þessari ákvörðun, bæði á starfsmannahald og á niðurstöðu reksturs, hvað þetta hvaða útgjöld þetta eru fyrir sveitarfélagið og hvað við erum að fá tilbaka frá ríkinu. Þannig að ég held að það sé bara ágætt að fá aðeins góða yfirferð frá bæjarstjóra með það. Þannig að það er bara það sem að ég myndi vilja ræða og fá aðeins ítarlegri upplýsingar um. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, eins og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom inn á, þá voru málefni Hraunbúða rædd í bæjarráði og það er ekkert eins og ég vil bara aðeins ef hún er ekki búin að lesa fundargerðina sem var reynd að senda á alla bæjarfulltrúa í dag strax klukkan 1. Það stendur þar að það sé búið að ná samkomulagi, þannig það lítur ekkert út fyrir það er búið að ná samkomulagi. Og það er allan tíman verið, alveg svo ég fór yfir, og þau gögn liggja í fundargátt. Það er búið að vera framlengingin sem var í janúar til út mars og framlengingin sem er svo apríl út maí. Við erum með bókun sem bókuð var í bæjarráðum að vildum halda þjónustunni. Þegar ég fór yfir fjárhagsáætlun í nóvember, þá fórum við yfir það að við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun að halda dagdvölinni. Og það er gert ráð fyrir, þannig þetta hefur ekki rekstrarlegar afleiðingar fyrir árið 2021. Þetta voru tæpar 24 milljónir sem áætlaður kostnaður við dagdvöl. Við fáum tilbaka 17,4 milljónir í gjöldum fyrir dagdvölina, reyndar auka 6 milljónir á þessu ári vegna samninga framlenginguna þar sem við fengum aukalega greitt fyrir daggjaldaþjónustuna. Vestmannaeyjabær er að þjónusta milli 16 til 18 aðila í þessari dagdvöl. Starfsmannahaldið, ég vildi að ég hefði fengið spurningu frá Hildi Sólveigu nákvæmlega stöðugildi í dagdvölinni fyrir fundin, þá hefði ég getað flett í upp. Það hef ég bara ekki á taktinum. Ég reikna með að það séu 4 til 5 starfsmenn í dagdvölinni. Ég get ekki sagt nákvæmlega til stöðugildi, en það er bara mér ljúft og skylt að senda henni það á morgun. En það sem við höfum lagt upp með í þessu ferli er að fylgja nákvæmlega því sem bæjarstjórn og bæjarráð hefur lagt upp með. Og það var númer 1 að við sögum okkur frá rekstrinum, númer 2, við vildum gera allt við gætum til að halda dagdvölinni og bæjarfulltrúar voru upplýstir það, að minnsta kosti í bæjarráði, að staðan væri þannig að þegar Sjúkratryggingar Íslands auglýsa reksturinn, bjóða einhverjum að taka reksturinn og enginn sóttist eftir því, þá var dagdvölin auglýst líka. Við mótmæltum því harðlega, fengum þau svör frá Sjúkratryggingum að það yrði að vera nýr rekstraraðili, yrði að samþykkja að veita okkur eða leyfa okkur reka dagdvölin áfram og það tókum við upp strax á fyrsta fundi við HSU. HSU samþykkti það og Sjúkratryggingar Íslands á síðasta samningafundi í síðustu viku og það var upplýst það allt í
í bæjarráði. Þetta hefur allt verið, allavega mér vitandi hélt að allir bæjarfulltrúar væru meðvitaðir það að við vildum sækjast eftir dagdvölinni vegna þess að það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að geta verið í þessari þjónustu og það voru þung skref að segja okkur frá rekstri frumbúða en það hafði bara orðið svo mikið fjárhagsleg áhrif á sveitarfélagið að við urðum að grípa til einhverja aðgerða á meðan staðan eins og hún varðandi daggjaldamáli. En þetta við erum með frábært fólk í dagdvölinni sem verður áfram í vinnu hjá Vestmannaeyjabæ og við höfum upplýst starfsfólk og aðstandendur reglulega þessa hluti og það finnst mér gríðarlega mikilvægt og ég vil hrósa starfsfólki frumbúða og ég vil hrósa stjórnendum frumbúða fyrir það að hafa staðið sig gríðarlega vel í þessu ferli og það sitja alla samningafundi með okkur. Sólrún Gunnarsdóttir sem yfir deildarstjóri öldrunarþjónustu hjá Vestmannaeyjabæ og Jón Pétursson sem yfir málaflokknum sita með mér og Angantýr sem framkvæmdastjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs á þessum fundum og það ómetanlegt og við höfum reynt að gera þetta allt eftir bestu getu eins vel og höfum getað gert með aðstoð lögmanna sem hefur því miður þurft. En við höfum upplýst starfsfólkið og ég hef sjálf hitt starfsfólkið, farið yfir samkomulag og annað, það sett á innra vef fyrir starfsfólkið, við upplýsum aðstandendur, þannig að þetta hefur allt verið gert eins vel og hægt og ég held að sveitarfélagið ætti að vera stolt af því að við hefum fengið þetta, fengið að halda þessu, af því að þarna ákveðin tenging við þá eldri borgara sem komnir í þörf fyrir aðstoð að komast inn í þessa dagdvöl en auðvitað þurfum við að sjálfsögðu að fá fleiri rými þarna vegna þess að við erum ekki með nein sértæk dagþjálfunarrými þrátt fyrir það að í þessari dagdvöl hjá okkur að sjálfsögðu einstaklingar sem að glíma við heilabilun og annað en sveitarfélagið að þjónusta þá en okkur mun takast að láta þetta ganga á nulli núna en það hefur ekki alltaf verið. Sveitarfélagið tók ákvörðun það fyrir nokkuð mörgum árum að borga örlítið með þessari þjónustu. En svo bara að það sé upplýst að þá gengur vel yfirfærslan og eins og ég fór yfir hér á undirbúningsfundi. Þannig að ég bara vona að þetta gangi allt vel en við bara hjálpum staðið þetta af því þetta skiptir okkur máli og ég bara eins og ég segi ofboðslega stolt af starfsfólkinu og líka það hvernig aðstandendur og heimilisfólk hefur tekið þessum breytingum. Af því þetta hefur ekkert endilega verið auðvelt að hafa þetta hangandi yfir sér en ég bara vil þakka þeim fyrir og segi takk. Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir, það Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já, bara takk fyrir þessa yfirferð. Ég sjálfsögðu las ég fundagerðina en það auðvitað bara kom hún í dag og þetta auðvitað tekið inn með afbrigðum þannig að það var ekkert kannski mikill aðdragandi að þessu. Ekki þannig að ekki misskilja mig, ég vona að það sé ekki skipt. Við höfum auðvitað alltaf verið sammála það að reyna að hafa dagdvölina hjá okkur en bara þetta var kannski fyrst og fremst átti ég mig ekki alveg á því í hvaða ferli máli var statt og mér skilst að það hefði heldur ekki fylgt málinu fundagögn eða þannig að bara síðast fyrir daginn í dag eins og ég vissi að þá hélt ég að reksturinn væri allur að fara inn til HSU og yrði þannig að það nú bara gott að við séum bara búin að fá yfirferð á því í hvaða ferli þetta statt og það bara mjög gott og varðandi stöðugildina þá það ekkert eitthvað sem liggur á. Ég var ekkert að spyrja stöðugildin bara hvernig starfsemin væri að færast yfir. Þannig að það bara það bara gott að vita hvernig þetta og að það sé allt á pari á þessari áætlun og það má kannski kannski spyrja það og kannski bæjarstjóri getur þá svaraði varðandi að þú talaðir þessi aukaframlög á þessu ári. Er einhver formlegar viðræður áframhaldandi eða aukin daggjöld? Er það í einhverjum formlegum farvegi að óska eftir slíku eða er það gert í sameiginlegu með hagsmunasamtökum í velferðarþjónustu eða bara svona þannig að við séum kannski bara aðeins inn í því en annars bara þakka ég kærlega fyrir þessa yfirferð. Það bara mjög fínt að fá þessar upplýsingar. Takk.
Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, staðan er þannig eins og ég upplýsti nú reyndar fyrir í dag á fundinum þegar við vorum að ræða þetta. Staðan er þannig að dagdvölin er samkvæmt gjaldskrá, þannig þú gerir ekki samninga það, en þú ert með ákveðin pláss og fær greitt fyrir plássin. Það er allt annar hlutur heldur en samningarnir hjúkrunarrýmin sem eru á daggjöldum og svona. Þetta er tvennt ólíkt. Þannig dagdvölin er núna í þessari gjaldskrá og þú fær greitt fyrir þetta pláss sem búið að útluta þér samkvæmt gjaldskrá. Það er frumboðir eru samkvæmt þjónustusamningi við Sjúkratryggingar Íslands, þannig þetta er óskilt mál. Við erum samt í samtali auðvitað við Sjúkratryggingar og erum alltaf í samtali við Sjúkratryggingar. Samtök fyrirtæki velferðarþjónustu eru alltaf, og við erum hluti af þeim, eru alltaf að berjast fyrir breytingu á daggjöldum og auðvitað líka gjöldunum sem við fáum greitt með þessum rýmum. En staðan er þannig að við fengum þessar aukagreiðslur tímabundið með því að í gegnum þessar samningar sem við vorum með framlengingu, en með þeim fékkst viðurkenning á því að það er þörf fyrir þeim. Og sjálfsögðu höldum við áfram þessu samtali eins og við erum búin að gera í fleiri ár og senda áfram gögn til þess að ganga á eftir þessum plássum vegna þess að það er sannarlega þörf fyrir sértæk dagþjálfunarrými í Vestmannaeyjum. Af því að þau eru bara til staðar á Selfossi á Suðurlandi. Þannig að það er ekki eins og hlutirnir eiga að vera, en þetta eru ólíkir hlutir. Við semjum ekki þetta við Sjúkratryggingar, gjaldskráin til staðar, það þarf að fara í það að óska eftir við ráðuneytið að fleiri pláss komi til Vestmannaeyja og við erum í því ferli og munum að sjálfsögðu vera áfram þetta. Já, takk fyrir þetta Íris Róbersdóttir. Þetta hefur væntanlega svarað öllum fyrirspurnum þetta mál og þá er bara komið að þeirri stóru stund að dagskrá bæjarstjórnarfundinum sé tæmd í kvöld. Nú næsti fundur er 5. 12. maí næstkomandi sem er seinni umræða ársreikning og við ritari við þökkum bara fyrir kvöldið og bjóðum góða nótt hérna úr Einarsstofu. Fundi slitið 21:12.